Velkomin á þetta málþing íslenska heilbrigðiskerfið. Ég heiti Stefán Hrafn Jónsson, ég forseti félagsvísindasviðs. Ég þakka kærlega fyrir að fengið tækifæri að vera fundarstjóri í dag. Það tryggði meðal annars ég áþekkaði fundarboð og mætti og fylgja hlýða á þessi áhugaverðu erindi. Ég býð ykkur öll hjartanlega velkomin á þetta málþing þar sem við ræðum stöðu og framtíð íslenska heilbrigðiskerfis. Heilbrigðismál eitt af mikilvægasta viðfangsefni samfélagsins á þeim tíma og skilst að það sé algengt að almenningur nefni heilbrigðismál sem eitthvað mikilvægasta þeirra spurningur og hvaða málefni helst áður fyrir komandi kosningar. Málþingið tekið upp, þannig að við byrjum að hafa það í huga í umræðum sem fer að nefnir lengi á netinu. Og upptakna verður vistu á vefsíðu Þjóðarspegilsins undir viðburðir. Á þessu málþingi fá það tækifæri til að heyra frá nýlegum rannsóknum Sigurðar Ólafsdóttur og Núðarvík Jónssonar sem eru bæði prófessor í félagsfræði Sigurði Benediktsson á Háskóla Íslands. Að í endanum loknum þá skellum við pallborði sem að Þórólfur Matthíasson, prófessor emeritus í hagfræði og Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir, prófessor í stjórnmáladeild, bregðast við erindunum og ræða saman út frá því. Og þá voru við tækifæri til að kalla á spurningar sal og klukkan 4 ætlaði að skemmta þetta fram, að halda samtalinu áfram með kaffi og konfekt. Takk ykkur öllum fyrir að mæta, takk þátt í þessu með okkur og fyrst og fremst fyrirlesturinn Hallborginu skipuleggjaða. Góð stund. Já, kæra þakkir fyrir að koma hér í dag í þessu leiðindaveðri þó að sé alltaf að breytast. Ég var svona stundum mjög bjartsýn að fólk fyrir að koma þegar ég sá bláan heiminn og svo kom hagl og þá náttúrulega var ég fyrir að fara út á föstudegi þegar veðrið er svona. En takk kærlega fyrir að vera hér og það sem við Rúnar ætlum að tala í dag er að fara yfir niðurstöður úr svona tiltölulega nýjum innlendum og alþjóðlegum rannsóknum og setja líka einhvern sem sagt tímasamanburð og alþjóðlegan samanburð og við vitum náttúrulega öll núna það að koma kosningar og þá erum við kannski meira að tala hvaða málefni brenna á þjóðinni, hvað það sem eru kosningamál, hvað það sem skiptir máli og við sáum til dæmis í nýlegri könnun hjá Prósent held ég að heilbrigðismálin eru hvað efst en þetta er ekkert nýtt og við sjáum það til dæmis úr okkar rannsóknum og þetta er sem sagt hluti af alþjóðlegri rannsókn þar sem var ekki bara verið að spurja skipta heilbrigðislegu máli og við segjum eiginlega öll já að því eiginlega öll mál skipta máli heldur var það þannig að í könnunum sem voru gerðar 2010 og 2020 hér á Íslandi þá er spurt hvað er það málefni sem skiptir mestu máli þannig að þar þarf fólk að velja hvað það er sem skiptir mestu 6% þjóðarinnar sem að segja að heilbrigðismálin séu mikilvægasta eða næst mikilvægasta málefnið og það er komið upp í 82% rúmlega 10 árum seinna. Þannig að sjáum það klárlega hér að þegar fólk er að velja á milli mála sem... Ég reyna að lækka í mikrofóninn. Já, er ekki þegar þú ert með báða eiginlega held ég. Þannig ég þarf að vera svona í fjarlægð sem er líka bara allt í góðu. Já, ég held það. Já, þannig að við sjáum það hér að þetta er ægilegt. Stendur upp inn í kaffið? Nei, ég kannski bara fer hingað og sé hvort að ég geti talað þar. En já, þannig að við sjáum það að þú veist, við náttúrulega erum sennilega kannski flest sammála að þetta séu öll mikilvæg málefni, það eru mörg mikilvæg málefni, en þegar Íslendingar eru að velja þá eru það heilbrigðismálin og yfir 80% árið 2020 sem að segja að þau séu mikilvægasta málefnið og ég held að sé engin ástæða til að telja að það hafi dregið úr mikilvægi þeirra síðar og við rauninni munum sýna ykkur fram á það hér. Viltu kannski skipta glæru, Stefán, meðan þú ert í tæknimálunum?
Og bara svona til að gefa ykkur sem sagt aðeins yfirleitt hvað við ætlum að skoða, og ég hef gaman á að tala sjálfa mig svona the royal we, þannig að þetta í rauninni ég, en við öll erum hér að skoða þetta saman, að við ætlum sem sagt að skoða þá annars vegar, og þetta eru stóri alþjóðlegri rannsókn sem ég mun segja ykkur frá, þá viðhorf til kerfisins, hvað Íslendingum finnst heilbrigðiskerfið, hvernig það og hvernig þeir vilja hafa það, og svo sérstök áhersla í fyrirlestrunum hjá mér viðhorf og upplifun af ójöfnuði í kerfinu, hvort Íslendingar séu upplifa það. Og það eru 3 áhersluatriði og ég mun svona sýna ykkur sumar myndirnar tiltölulega hratt, en það þá fyrst bara að skoða svona viðhorf Íslendinga til að fá svona grunnmyndina, síðan sjáum við hvort það sé einhver ákveðin hópamunur, og þar ég sérstaklega bara að skoða þetta hér í dag eftir svona kannski þessu megin hlutum sem við tölum hvernig lagskipting í samfélaginu, hvað það sem við sjáum, það sem skiptir okkur eins og bara aldur, kyn, menntun og tekjur, og svo fyrir ákveðnar þeirra þá tekið líka svona okkur til skemmtunar að sjá hvort það sé munur eftir stjórnmálaskoðunum og hvað fólk kaus í síðustu kosningum, og svo að lokum sem kannski svona helsti styrkleikur þessara gagna sem ég ætla að vera að sýna ykkur hér í dag þessi alþjóðlegi samanburður, því að gögnin sem ég að kynna hér í fyrsta skipti, og ég veit að sum ykkar eru bara að býta hvað hún að sýna okkur hér gögn frá 2021, viljum við ekki eitthvað nýrra, en þegar við erum að gera þessar alþjóðlegu rannsóknir sem í mörgum löndum, þá tekur mjög langan tíma að gera þau samanburðarhæf og gera þau þannig að við í rauninni fáum gögnin í hendurnar, þannig það líka hefur allt seinkað aðeins út af COVID, þannig þessu gögnum safnað 21-22 og það í rauninni bara svona rétt mánuður síðan ég fékk þessi gögn í hendurnar með öllum þeim löndum sem að eru núna tilbúin. En alþjóðlega viðhorfakönnunin eða International Social Survey Program ein af virtustu og bestu alþjóðlegu könnunum sem eru til í veröldinni í félagsvísindum, og þið sjáið þarna löndin sem að taka þátt í henni. Ísland byrjaði að taka þátt árið 2009 þegar ég og Jón Gunnar Berburg sem líka prófessor í félagsfræði sem komum Íslandi inn í þessa könnun, og eitt af því sem mjög skemmtilegt við þessa könnun að fræðafólki sem tekur þátt í henni hefur mjög mikið svona vald yfir hlutum, þannig að við fengum það hlutverk íslenska fræðiteymið að leiða samningu spurningalistans sem var hér heilsu og heilbrigðismál. Það var lagt fyrir í annað skiptið 2021, var líka lagt fyrir 2011 og ég hætt að gráta yfir þessu, ég lofa því, ég fer ekki að gráta hér, en það eina könnunin síðan 2009 sem okkur hefur ekki tekist að fjármagna, og þið get alveg ímyndað fyrir mig að þú veist, ég get verið að fjármagna fyrir viðhorf til vinnunar og trúarmál og slíkt, en nei, við skulum ekki láta ná pening til að skoða heilsu og heilbrigðismál. En sem betur fer tókst það árið 2021, þannig að það eru gögnin sem ég ætla að kynna ykkur í dag. Og svona aðeins til að tala svona munin, og við getum svona haft þetta í huga þegar við skoðum alþjóðlega samanburðin, að við vitum auðvitað að það eru mjög mikill breytileiki í hvernig við skipuleggjum heilbrigðiskerfin á heimsvísu, og mjög oft eru þau sett í þessa 3 flokka. Og við vitum að þeir eru fleiri flokkarnir, við vitum að það ekkert kerfi sem að nákvæmlega eins og þessi kjörmynd í rauninni af kerfinu, og það líka mikill breytileiki á milli kerfana sem að kannski eru í sama flokknum. En ef við svona aðeins mjög stutt förum yfir þetta, þá eru það félagslegu kerfin, og þar eru Ísland og Norðurlöndin talin ásamt Bretlandi, og þetta í rauninni þau kerfi þar sem að ríkið hefur stærstan þátt í bæði að fjármagna kerfið og að veita þjónustuna. Svo erum við með skyldutryggingakerfið eins og til dæmis Þýskaland og mjög mörg lönd í Evrópu, og það í rauninni að mörgu leyti mjög svipað varðandi þá sem að sjá þjónustuna hvernig hún lítur við þeim, að allir eru tryggðir, en munurinn þar að hver veitir þjónustuna meira hjá þriðja aðila, ekki kannski ríkið eins mikið að koma því. Og svo einkatryggingafélagið, þar sjáum við oft Bandaríkin sem svona ákveðna fyrirmynd, þar sem þá meiri kostnaður sjúklinga í kerfinu og meiri einkarekstur. Bandaríska kerfið reyndar mjög flókið því að það eru held ég allar tegundir heilbrigðiskerfisins þar eftir því hver þú ert, en þetta svona til að gefa okkur aðeins smá mun að það þessi munur á milli kerfana, og við getum haft það svolítið í huga þegar við sjáum tölurnar varðandi alþjóðlega samanburðin. En það sem að ég geri hér, og ég held að sé mjög áhugavert að sjá
öll löndin og við erum með lönd eins og Súrinam og Filippseyjar, en auðvitað sá samanburður sem merkingabærastur fyrir okkur hinn Norðurlöndin. Það það sem við berum okkur helst saman við, þannig að ég og þið sjáið það hvernig ég gerir litin sem að tekur út sérstaklega Ísland og svo samanburðin við Norðurlöndin. Og við erum ekki með kannski það mikinn tíma í dag, þó hann sé ágætlega rúmur, þannig að ég mun fara tiltölulega hratt yfir, sérstaklega þegar eru svona vön hvernig glærurnar eru uppbyggðar, en auðvitað má alltaf stoppa mig og sjá tölur betur og svo getum við auðvitað rætt þetta og komið aftur að þessu hér í umræðum. En ég ætla að byrja hér að tala þá þennan hluta og þessi könnun, þetta eru 60 spurningar sem tengjast allar heilsu- og heilbrigðiskerfinu sem eru þarna í þessari alþjóðlegri könnun og mikið af spurningunum einhvers konar viðhorf til kerfisins, hvað fólki finnst kerfið, þannig að þetta ekki allar spurningarnar sem eru, en nokkra sem ég ætla að sýna ykkur hér hvernig Íslendingar að upplifa kerfið og einhverju leyti kannski alltaf þetta samtal í þessum gögnum annars vegar hvernig við erum að upplifa kerfið, hvað okkur finnst það, en líka svolítið hvernig viljum við hafa það, hvernig sjáum við framtíðina, hvað það sem skiptir okkur máli. Og ég ætla að fara svona hægast kannski í þessar fyrstu myndir því að þá erum við svona að útskýra hvernig þetta og hvað við erum að skoða og hverju við eigum að hafa áhuga á. En hér sjáum við bara traust til kerfisins á Íslandi og þar náttúrulega sjáum við kannski að það alveg ágætis traust. Það eru nokkrir sem hafa mikið traust, mjög fáir algjört traust og auðvitað myndum búast við því. En stærsti hlutin í rauninni þarna í miðjunni sem segist hafa nokkuð traust til kerfisins. Og ef við skoðum síðan hvort það sé einhver hópamunur, það þannig að það skiptir ekki máli hver þú ert, það eiginlega allir sem hafa sama traust til kerfisins, eða það þannig að það eru ákveðnir hópar í íslensku samfélagi sem hafa meira eða minna traust til heilbrigðiskerfisins heldur en aðrir. Og þá sjáum við hér að það skiptir máli og það hér, þetta eru bara svona grunn, já, var allt í lagi, já, að það Þeir eru bara æstar. Það mjög gott, okkur líkar það. Og þetta náttúrulega í rauninni þarna, það hægt að skoða miklu fleiri þætti en það sem ég að gera hér í dag að skoða kannski svona þessa grunnþætti sem að skipta okkur í hópa í samfélaginu og þar sjáum við að þeir sem eru eldri og þeir sem eru hærra í þjóðfélagssstiganum og þannig erum við með svona mælingar. Ég skoða líka tekjur og þær skipta máli, vandamálið að fólki í könnunum líkar alls ekki að gefa upplýsingar tekjurnar sínar. Þannig að niðurstöðurnar í rauninni eru sama líka í flestum tilfellum ef ég nota fjölskyldutekjur, en það betri gögn, ég get nota fleiri einstaklinga ef ég nota þetta hærri í þjóðfélagsstiganum og þannig í rauninni spurningin þannig að það stigi og við erum öll einhvers staðar á honum og fólk á að meta hvar ert þú á þessum stiga. Þannig að því hærra sem að fólk metur sig að vera á stiganum, því meira traust berða til kerfisins. Og svo sjáum við hér, og þetta í rauninni í samræmi við mikið af rannsóknum sem að við höfum varðandi bæði lækna og heilbrigðiskerfið, að konur bera minna traust til kerfisins heldur en karlar. Ef við skoðum svo alþjóðlega samanburðin, og það reyndar kom mér bara dálítið óvart og mér finnst þetta verulega sláandi að sumu leyti að sjá hvað í alþjóðlegum samanburði, ef við sáum kannski fyrstu myndina, vorum við í stór hluti með nokkuð traust allavegana, en ef við skoðum alþjóðlega samanburðin þá erum við hér í því sem við oft kannski tölum sem eitt af bestu heilbrigðiskerfum í heiminum. Almenningur með tiltölulega lítið traust til kerfisins og það kannski sem ég fannst á sérstaklega sláandi hér að hin Norðurlöndin sem eru þarna, Noregur, Finnland og Danmörk, raða sér í toppinn. Þannig að þetta kom mér nokkuð á óvart hér hvað við sjáum lágt meðaltal af Íslendingum sem að bera traust til kerfisins í alþjóðlegum samanburði. Næsta spurning sem að við förum hér í að skoða hvort að kerfið sé óskilvirkt. Og þar sjáum við að verulegur hluti, það frekar sammála þessari fullyrðingu. Það í rauninni bara innan við 25% sem eru ósammála henni og næstum því helmingur sammála því að kerfið sé óskilvirkt. Þetta auðvitað segir okkur ekkert hvort kerfið í raun sé óskilvirkt eða ekki, en þetta náttúrulega sýnir okkur það að það ákveðið vandamál þegar komið verulega stóran hluta þjóðarinnar sem að upplifa kerfið á þann hátt. Og þar spyrjum við okkur aftur, hópamunur?
og þá sjáum við að í rauninni að mestu leyti sömu myndina og áðan sem að kemur fram þarna, þau sem eru eldri og þau sem eru hærra í þjóðfélagsstiganum telja kerfið sé skilvirkara sem kannski ákveðin svona vísbending að þau upplifa kerfið sé að vinna betur fyrir þau heldur en aðrir hópar gera en aftur eru það konur sem að sjá kerfið sem síður óskilvirkt sem að hugsanlega gæti verið að þær séu upplifa þær fái verri þjónustu eða fá ekki kannski þá þjónustu sem að þær vilja vera fá. Það koma svona gift og giftur, hvort fólk sé það eða í sambúð, kemur oft svona áhrif, ég í rauninni ekki með kannski einhverja kenningar af hverju það en það gott að stjórna fyrir þeirri breytu. Og hér kannski aftur sjáum við svolítið sömu myndina sem að við sáum áðan, varðandi heilbrigðiskerfin, að núna þegar við viljum vera frekar nær botninum kannski á þessari breytu, þá eru við frekar há og aftur mun hærri en hin Norðurlöndin. Þannig að hér sjáum við að Íslendingar eru að upplifa íslenska heilbrigðiskerfið sem óskilvirkara heldur en almenningur á hinum Norðurlöndunum. Ánægjan ætluðum við síðan að skoða og þá sjáum við aftur bara svona kannski það eru tiltölulega fáir sem að eru óánægðir en engu að síður það yfir 20%. Það næstum því 1/4 þjóðarinnar sem segir hreint og beint á þessum skala að þeir séu óánægðir. Margir síðan hvorki né. Stærsti hlutin nokkuð ánægður, þú veist þetta kannski bara svona að virka ágætlega fyrir mig, en það tiltölulega lítill hluti eða rétt 50% þjóðarinnar sem segist vera annarkvort mjög ánægður eða frekar ánægður. Og skoðum hér aftur hópamunin og þá kemur sama myndin aftur og aftur að við sjáum að þau sem eru eldri, þau sem að eru á hærri þjóðfélagsstiganum eru ánægðir með heilbrigðiskerfið, aftur kannski að gefa okkur vísbendingar hverja kerfið hugsanlega virka betur fyrir. Konur aftur sjáum við hér óánægðari og hér kemur að þau sem eru á erlendum bakgrunni eru síður ánægð með heilbrigðiskerfið. Þannig að þar sjáum við mun. Hér að gamni þá skoðaði ég með stjórnmálaskoðunum og eftir flokkunum og hér erum við, og ég vil svona við förum með varkárni í að velta fyrir okkur niðurstöðum hér. Þetta spurningin hvað kausti í síðustu kosningum. Þannig að þetta að mæla þá í rauninni stuðning á þeim tíma, við vitum ekkert hvað þetta fólk í dag eða hvernig það ætlar að kjósa, við vitum að það mikið flokkaflakk, en síðan fyrir suma, og ég hafði þessa flokka með, en til dæmis eins og fyrir sósíalistaflokkin og miðflokkin, það eru mjög fáir sem að í gögnunum, þannig að svona áræðanlegustu gögnin eru kannski fyrir eins og Sjálfstæðisflokk, Framsókn, Samfylkingu, VG og alveg eins og við sjáum í kosningakönnunum, þá erum við með þessir fjórir flokkar, gamli fjórflokkurinn aðeins of duglegur að svara könnunum okkar og við undirmetum miðflokkinn, Fólkflokksins og Pírata. Þannig að við sjáum það hér, þannig að svona hafa þetta sem varúð, en það samt áhugavert að sjá svona hvernig stjórnmálin skipta máli í að móta ákveðnar skoðanir varðandi heilbrigðiskerfið og þá sjáum við það hér að það í rauninni flokkar eins og Vinstri græn, Viðreisn, Framsóknarflokkur, Samfylking, þessir kjósendur eru að upplifa sig ánægðari með kerfið, Sósíalistaflokkurinn, Flokkur fólksins, Píratar óánægðari með kerfið og það í rauninni marktækur munur hér á milli þessa sem eru lægst og þeirra sem eru hæst. Þannig að ég ekki að halda því fram að ég halda þau í VG fái betri þjónustu þegar þau fara í heilbrigðiskerfið heldur en sósíalistar, en það eitthvað hér við þessa upplifun af kerfinu og hvernig þú ert að meta sem tengist í hvað fólk kaus í síðustu kosningum. Á þessum tíma, já það rétt, það var Svandís. Þannig að við þurfum að prófa þetta aftur. En síðan sjáum við aftur í rauninni hér sömu myndina varðandi ánægjuna með kerfið að við erum aftur að skera okkur úr. Og það náttúrulega líka það sem við í félagsfræðinni leggjum áherslu á við erum ekki bara að skoða einhverja eina spurningu og draga rosalega miklar ályktanir af henni, heldur erum við hér að sjá í viðhorfum til kerfisins sömu söguna birtast aftur og aftur.
þá ætla ég að færa mig aðeins yfir í spurningar sem tengjast á ójöfnuði og sumar þeirra eru aðeins flóknara til að hugsa hvernig þær eru spurðar, þannig ég ætla að reyna að útskýra vel hvaða sem við erum að skoða en að sjálfsögðu réttu upp hendina og spyrjið ef eitthvað er óskýrt. Og þarna eru kannski svona 2 grundvallar spurningar sem að koma fram og við erum að reyna að ná að mæla í þessari könnun sem annars vegar er að reyna svona að koma að því hvort að fólk sé að upplifa einhvern ójöfnuð, hvort að sé að sjá ójöfnuð, til dæmis eru sumir sem fá betri þjónustu heldur en aðrir, er fólk að upplifa það, en líka svona spurningar hvers konar kerfi viljum við jafnt heilbrigðiskerfi, viljum við sama aðgang fyrir alla eða til dæmis viljum við hafa það þannig að sumir geti fengið betri þjónustu, til dæmis að því að þeir eiga meiri peninga. Og fyrsta myndin hér sem ég ætla að eyða smá tími að útskýra, því að hún eru spurningar og ég var svona svolítið efins þessar spurningar þegar við vorum að hanna spurningalistan en nú er ég ágætlega hrifin af þeim. En þarna er verið að spurja hvort það sé auðveldara, hvort almenningur upplifi það sem þannig að það sé auðveldara fyrir suma hóp í samfélaginu að fá aðgengi að heilbrigðisþjónustu heldur en aðra. Aftur segir þetta okkur ekkert hvort þetta sé satt hjá þeim eða ekki. Þetta er mat einstaklinga hvort að það sé auðveldara fyrir suma hópa. Og í rauninni kannski stóra myndin sem við sjáum hér er að við getum sagt það að verulegur hluti Íslendinga upplifir það að þú eigir auðveldara með að fá aðgengi, annars vegar ef þú átt meiri peninga og hins vegar ef þú ert ríkisborgari. Við sjáum lítinn mun hér á Íslandi varðandi kyn og varðandi aldur. Og gráa línan hér, ef við tökum hana, við getum sagt hér að þeir sem eru gráir, það eru þeir sem sjá engan ójöfnuð. Þeir sjá ekki að það sé hallað á annarkvort yngra fólk eða eldra fólk, karla eða konur. Þeir sem eru svona bláir, þá sjá þeir hallað á karla og hin hallað á konu og síðan yngra fólk og eldra fólk. Og þar í rauninni sjáum við, jú, það er einhver smá halli, það er aðeins líklegra fólk segir að konur hafi verra aðgengi eða eldra fólk hafi verra aðgengi, en það er ekki skýrt mynstur. Í hinum 2 sjáum við mjög skýrt mynstur. Þar sem að verulegur hluti þjóðarinnar telur að þau ríku geti haft betri aðgengi að heilbrigðisþjónustu, að þeir sem eru ríkisborgarar geti haft betri aðgengi að heilbrigðisþjónustu. Og ég ætla ekki að sýna ykkur, fyrst þetta eru 4 breytur, þá ætla ég ekki að sýna ykkur á sama hátt hópamunin, heldur er ég bara búin að taka hér saman og hér kemur aftur spurningin, hver eru það sem sjá ójöfnuð, hver eru það sem sjá ekki ójöfnuð. Og aftur er þetta ekkert að segja okkur hvort að þetta sé raunverulegt, auðvitað náttúrulega getur þetta verið byggt á upplifun fólks og hvað það hefur sjálft upplifað í kerfinu. En það sem að mér finnst áhugavert hér er í rauninni að fólk sér eða sér ekki þann ójöfnuð sem að tengist þeirra eigin þjóðfélagsstöðu. Þannig við sjáum hér, og ég hef svona sjaldan kannski séð svona beint í rauninni hvernig þetta passar algjörlega það sem við köllum sem háðabreytan og óháðabreytan. Þannig að það er þannig að þau sem eru hærra í þjóðfélagsstígunum, þau telja almennt að það sé ekki þannig að þau sem eru rík geti keypt betri eða fengi betri heilbrigðisþjónustu. Eldra fólk telur að það hafi minna aðgengi að heilbrigðisþjónustu heldur en þau sem að yngri eru og hitt er ekki marktækt. Þannig að þetta er allt sem er marktækt hér. Konur upplifa það og telja að það sé erfiðara fyrir konur að fá aðgengi að heilbrigðisþjónustu og svo þegar við skoðum ríkisborgarana þá eru það þau sem eru af erlendum bakgrunni og hér er þá spurningin þannig að það er annarkvort móðir eða faðir sem voru fædd erlendis þegar maður kemur þarna inn. Þannig að þarna sjáum við í rauninni háskólamenntunin til dæmis kemur þarna inn og fjölskyldutekjur og eitthvað slíkt. En við sjáum sem stóru myndina hér að fólk sér að nákvæmlega á þeirri tegund ójöfnuðar þar sem að þau annarkvort eru með þá svona betur sett eða verra sett, það mælist þar að þau sjá þennan ójöfnuð og það er auðvitað líklegt að það kannski tengist þeirra eigin reynslu eða reynslu fólks í kringum þeir.
Og það sem þessar eru svo margar, þá erum við ekki með alþjóðlega samanburðinn hér, þannig að ég ætla að fara hér yfir í næstu glæru sem er þá að tala sem sagt, og nú erum við svolítið komin yfir í þessa hugmyndafræði hvernig heilbrigðiskerfi viljum við, hvernig aðgengi viljum við, og þetta eru auðvitað spurningar sem að verða alltaf mikilvægar og mikilvægari í íslensku samfélagi sem hefur náttúrulega breyst gríðarlega á síðustu árum og til dæmis þegar ég fer út að læra í Bandaríkjunum og við erum að tala aðgengi og svona hluti, ég kem frá Íslandi aldamótin, þá til dæmis vorum við ekkert mikið að velta fyrir okkur kannski hvort að ríkisborgarar ættu, þessi orðræða sem var í Bandaríkjunum og ég upplifði þar var bara ekkert hluti af orðræðinu á Íslandi aldamótin. En að sjálfsögðu erum það í dag og við erum náttúrulega komin með upp undir 20% af þjóðinni sem eru semst ekki fædd á Íslandi og það auðvitað breytir mjög mikið kerfinu og hefur náttúrulega mjög mikil áhrif á hvernig við hugsum velferðarmál og heilbrigðismál. Því að ef við skoðum til dæmis eins og bara í Bandaríkjunum með að þá var mjög mikil orðræða hver á rétt á velferð, hver á rétt á heilbrigðiskerfinu og þá var ég auðvitað bara frá Íslandi og bara það náttúrulega allir og allir sem eru ríkisborgarar og allir sem eru Íslendingar, hvað svo sem það þýddi á þeim tíma, en við vitum það í rauninni leið og samfélagi verður fjölbreyttara, þá byrja þessar spurningar að vakna. Að þú veist, eru einhverjir í samfélaginu sem eiga meiri rétt, sem eru kannski meiri Íslendingur og eiga meiri rétt heldur en aðrir, meiri rétt af, sem sagt, heilbrigðisþjónustu, meiri rétt af velferðarþjónustu. Og hér sem sagt sjáum við þá þessa spurningu og erum þá að reyna að ná svona viðhorfum Íslendinga til þess hvernig viljum við að kerfið sé. Og þar sem sagt sjáum við, og spurningin svolítið asnalega orðuð, að þeir sem eru ekki ríkisborgarar eiga að hafa aðgengi að heilbrigðisþjónustu, þannig að þarna eru náttúrulega, þetta kannski að sumu leyti sú lína sem væri sterkust í dag, þar sem við erum farin að sjá orðræðu kannski að sumir telji að fólk sem flytur hingað, eða fólk sem ekki með ríkisborgararétt, eigi ekki að hafa sama rétt og aðrir, og hér sjáum við það í viðhorfunum, við sjáum að meiri hluti telur að það eigi ekki að skipta máli, það eiga allir sem að búa í landinu hafa rétt eða sem sagt sammála og mjög sammála eru hér vel yfir 50%, en við sjáum enga síður að nærri því 30% af þjóðinni segja nei, þeir ekki hafa aðgang að heilbrigðisþjónustu. Og hér sem sagt sjáum við þetta eftir hópunum, þar sjáum við þau sem eru eldri eru líklegri til að sem sagt segja þau ekki hafa rétt á heilbrigðisþjónustu. Það eru fáir með erlendan bakgrunn og ég ekki alveg viss hvernig á að túlka það sé sem sagt síður líklegt til að segja það, hugsanlega því að þau eru kannski líka búin að vera upplifa að verða ríkisborgarar þau sem eru, þú veist, í gögnunum og svona dragi þar línur, en það erfitt að segja eitthvað nákvæmlega það og þau sem að búa sem sagt á höfuðborgarsvæðinu, þau eru líklegri til að telja að allir eigi að hafa aðgang óháð í hvort þeir séu ríkisborgarar. Við getum síðan skoða þetta aðeins eftir stjórnmálum og þar sjáum við kannski munin nákvæmlega eins og við myndum búast við hann væri að það eru kjósendur eða þeir sem kusu Sjálfstæðisflokkinn í síðustu kosningum árið 2021, Sjálfstæðisflokkur, Miðflokkur og Flokkur fólksins eru líklegri heldur en kjósendur hinna flokkana og þar sjáum við Pírata, Sósíalista og Samfylkinguna sem eru þá efst í að segja að þessir einstaklingar eigi að hafa rétt til heilbrigðisþjónustu. Og síðan sem sagt ef við skoðum þetta hér í alþjóðlegum samanburði þá erum við tiltölulega svona ekki á toppnum, við erum aðeins efri en hin Norðurlöndin en við erum fyrir ofan miðju varðandi það að telja að einstaklingar sem eru ekki með ríkisborgararétt eigi að hafa aðgang að heilbrigðisþjónustu. Og við sjáum hér munin að það eru kannski svona, þegar þú skoðar til dæmis Finnland þar sem það þá ertu komið sirka yfir helming sem að telur þetta allar þjóðirnar, þar við erum með meira en helming, Ísland með 60%, Pólland þar sem þeir hæstir 70%. En í sumum löndum þá sjáum við þetta eru kannski 20-30% sem eru að telja að einstaklingar sem eru ekki ríkisborgarar eigi að hafa aðgengi að heilbrigðisþjónustu. Næsta spurning sem við erum með svona þessi kannski grundvallar spurning hvernig þjónustu á ríkið að vera að veita. Á það að vera til dæmis bara að veita grundvallar þjónustu og til dæmis eins og í Bandaríkjunum þá það er engum vísað í rauninni frá til dæmis ef þú kemur á bráðamóttöku, þannig að þá kannski ekki verið að spyrja þér bjargað, lífinu þín bjargað, en hvort að þú eigir síðan að fá meiri spurningar eitthvað sem meira rætt. Þannig að ein spurningin sem við erum með hér hvort að ríkið eigi að veita meira en lágmarksþjónustu til fólks. Hvernig fólk sér hlutverk þá ríkisins í því
Og þar náttúrulega sjáum við yfirgnæfandi stuðning við að Íslendingar vilja það sé veitt meira en lágmarksþjónusta á Íslandi. Þannig að það eru innan við 10% sem í rauninni segja að séu hvorki sammála né ósammála eða ósammála. Og þetta eru bara 3,5% sem eru ósammála þessu. Og það eru auðvitað líka sem við sjáum í þessum gögnum. Við sjáum það í öðrum gögnum, til dæmis í rannsóknum okkar á ójöfnuði og öðru. Íslendingar vilja sterkt og svona yfirgripsmikið velferðarkerfi, þeir vilja sterkt og yfirgripsmikið heilbrigðiskerfi. Ef við skoðum hér munin eftir hópum, og þetta náttúrulega líka, við erum ekki að búast við miklum hópamun þegar við sjáum svona yfirgnæfandi stuðning við eitthvað, en það er þó að þau sem eru á erlendum bakgrunn eru marktækt líklegri til að segja að þau vilji meira en bara lágmarksþjónustu og auðvitað getum við velt fyrir okkur af hverju það er hugsanlega hvaðan þetta fólk kemur og hvernig heilbrigðiskerfi var þar sem að þau voru og sjá þá kannski gildi heilbrigðiskerfi sem við höfum jafnvel meira heldur en við sem að höfum alist upp við að sjálfsögðu réttur okkar að fá heilbrigðisþjónustu. Skoða þetta aðeins út frá stjórnmálum og þar er það nú kannski bara eins og við bjuggumst við og þar er marktækur munur á flokkunum þannig að kjósendur Viðreisnar, Sjálfstæðisflokksins og Miðflokksins eru marktækt líklegri til að vilja að ríkið veiti ekki meira eða eitthvað sem þeir túlka sem umfram. Lágmarksþjónustu, Vinstri græn, Píratar, Flokkur fólksins, við sjáum þessa flokka og í rauninni ekki marktækur munur á flokkunum sem að eru þarna þó að sé aðeins munur á hvar meðaltalið fellur í þessu. Svo loksins náum við á toppinn einhvers staðar. Þannig að þegar við skoðum þetta í alþjóðlega samanburðinum þá er það hæsta hlutfallið á Íslandi sem að segir að ríkið eigi að veita meira en lágmarksþjónustu og þar sjáum við að Norðurlöndin, eins og við vorum að tala áðan, við erum með þessi félagslegu kerfi þar sem að þau eru í rauninni öll í sama kerfinu. Við myndum kannski búast við myndum falla saman en þannig eru þau eiginlega bara mjög langt frá hvort öll löndin. En greinilega er það þannig að í alþjóðlegum samanburði í huga Íslendinga þá hafa þeir eru í rauninni hæsta prósent og nánast getum við sagt að við erum kannski sammála fátt en við virðumst vera nánast sammála það að ríkið á að veita meira en lágmarksþjónustu þegar kemur að heilbrigðismálum. Svo kannski förum við að koma í svona hluti sem að eru kannski oft svona misskiptar skoðanir og þessi hugmynd og við vitum það náttúrulega eins og ég segi úr rannsóknum okkar á ójöfnuði, þessum rannsóknum og öðrum að Íslendingar vilja jafnt samfélag. Þannig að þó okkur finnst við ekki alltaf að sjá það eða það sem við að gerast, þá þegar við svörum svona könnunum, þá allavega virðust við vilja tiltölulega jafnt samfélag og við verðum til dæmis mjög, það er eitthvað held ég hjá mörgum þar sem er mjög óeðlilt að sumir hafi meira aðgengi heldur en aðrir og sérstaklega kannski að tengist efnahag. Þannig að hér erum við með spurningu sem að snýr þá beint að þessu sem að hvort að fólki finnist eðlilegt eða í lagi að þau sem eru ríkari geti keypt betri heilbrigðisþjónustu heldur en þeir sem eigi minni pening. Og þar kemur kannski ekki mjög mikið óvart að það er meiri hluti þjóðarinnar sem að telur þetta vera mjög óréttlátt en þarna búum við svo vel að ég hef verið að setja þessa spurningu inn í aðrar kannanir og þær hafa verið í könnunum til dæmis ójöfnuð. Þannig að hér eigum við þessa spurningu frá 2009, 2019 og 2019 trúi ég og 2021 það ekki rétt hjá mér. Ég bara hélt að við ættum þetta 2016 en það var ekki í þeim gögnum. 2009, 2019 og 2021 og hér sjáum við að yfirgnæfandi meirihluti þjóðarinnar telur það sé óréttlátt að þau ríku geti keypt sig fram yfir í kerfinu. En við sjáum líka að yfir tíma þá hefur hlutfallið lækkað. Þannig að við sjáum hér að árið 2021 þó að sé ennþá meirihluti þjóðarinnar sem að telur ekki að þau ríku geti keypt sig fram yfir, þá hefur það samt minnkað bæði fyrir mjög óréttlátt og frekar óréttlátt. Þannig að árið 2009 þá voru það yfir helmingur eða 56% sem sögðu að vera mjög óréttlátt, það er komið í 49%. Árið 2021. Þannig að við sjáum hér einhverja breytingar í að þetta sé hugsanlega hugmynd sem að við séum sem þjóð orðin eitthvað meiri sáttari við í dag heldur en við vorum árið 2009. Við skoðum síðan hópamunin
Og þar sjáum við að eins og kannski kemur ekki á óvart að bæði þau sem eru eldri, það reyndar kemur aðeins óvart, við höfum haldið að þau væru svona meira búin að vera committed í að við séum með þetta velferðarkerfi, en þau sem eru hærra í þjóðfélagsstiganum og það auðvitað getum við séð hvernig tengist hagsmunum, ég á meiri peninga, ég vil frekar geta keypt betri þjónustu, en hér eins og við sjáum oft í velferðarmálum að konur eru meira á móti þessu. Og síðan eftir stjórnmálaskoðunum og hér náttúrulega ber að hafa í huga að flestir telja þetta óréttlátt. Þannig að flestir telja þetta óréttlátt, þannig að það ekki þannig að til dæmis allir í Sjálfstæðisflokknum telja þeir ríku eigi að geta keypt betri þjónustu, en við sjáum samt verulegan mun og auðvitað eins og við myndum búast eftir hugmyndafræði flokkana, þannig að Sjálfstæðisflokkur og Viðreisn, þeir sem kusu þessa tvo flokka eru líklegri heldur en aðrir til að segja að þeir ríkari geti keypt betri þjónustu, Sósíalistaflokkur, Flokkur fólksins, Vinstri græn, Samfylking, þarna sjáum við flokkana kjósendur flokkana sem eru ólíklegri til að segja þetta sé í lagi. Og ef við skoðum okkur hér aftur í þessum alþjóðlega samanburði, þá kemur myndin sem að birtist oft, sem að svo Íslendingar í alþjóðlegu samanburði vilja tiltölulega mikinn jöfnuð, og þarna erum við með svona þeim hæstu hærri en hinn Norðurlöndin og kom reyndar á óvart hvað sum þeir eru lág miðað við svona hugmyndafræði norræna velferðarkerfisins, en allavega í alþjóðlegum samanburði þá getum við sagt það að þrátt fyrir að hafi minnkað kannski að það séu lægra hlutfall sem að telur það óréttlátt, þá erum við samt enn í alþjóðlegum samanburði meðal þeirra þjóða sem að viljum hvað helst standa vörð það að allir hafi aðgengi að þjónustu óháð efnahag. Og svo kemur þá kannski að svona loka spurningunni sem að við spyrjum okkur oft, sem að að við viljum jafnt kerfi, við viljum allir hafi aðgang, en erum við tilbúin að borga fyrir það? Þannig að þá spurt hér hvort að fólk sé tilbúið að greita hærri skatta, og það sem mikilvægt hér í þessari spurningu ekki til að þú fáir heilbrigðisþjónustu eða haft gott heilbrigðiskerfi, heldur spurningin, ertu tilbúin að greiða hærri skatta til að bæta kerfið fyrir alla. Þannig að allir séu með góða heilbrigðisþjónustu, og þar sjáum við í rauninni nokkra dreifingu. Við segjum að það bil 40%, tæplega 40% eru bara frekar fús til að gera það. Ég bara tilbúin að borga hærri skatta til að sé gott heilbrigðiskerfi fyrir allir í landinu. Fjórðungur segir hvorki fús né ófús, og það 35% segja nei. Ég ætla ekki að vera að borga hærri skatta til að heilbrigðiskerfi sé gott fyrir öll. Og hér sjáum við hópamunin, og það kemur raun á óvart út frá öllu sem við vitum að konur séu síður tilbúnar til að gera það, en auðvitað getur það líka tengst því að við vitum að það kynjabundinn launamunur, þannig að þetta getur auðvitað líka tengst því að þær bara upplifi það að þær hafi minna, kannski finnast þær bara nógu þunga skattbyrði með á sínum, ég ætla nú ekki að segja lágmarkslaunum, en kannski launin sem þær upplifa sem ekkert sérlega góð. Við vitum náttúrulega með þessar stóru kvennastéttir sem að núna held ég séu meira og minna í verkföllum, þannig að við vitum það getur náttúrulega verið skýringin, en svona hugmyndafræðilega hefðu við búist við að konur væru frekar tilbúnar til þess. Hér kemur, og það hefur í rauninni komið svolítið óvart hvað menntunin skiptir litlu máli, þannig að hér sjáum við munin í fyrsta skipti eftir háskólamenntun, að þau sem eru með háskólamenntun segjast vera frekar tilbúin til þess að greiða hærri skatta. Þetta getur auðvitað og líklegt þetta tengist einhverju hugmyndafræði sem kemur með menntun, en auðvitað náttúrulega líka getur þetta tengst því að þetta kannski fólk sem þá eitthvað tekjuhærra í samfélaginu, en líka þau sem eru af erlendu bakgrunni sem að segja þarna þau séu tilbúin til að viðhalda þessu jafna heilbrigðiskerfi. Og síðan ef við skoðum þetta eftir stjórnmála og hvað fólk kaus í síðustu kosningum, þá kemur kannski ekkert mikið óvart hér að það eru Píratar, Vinstri græn, Sósíalistar og Samfylkingar sem eru marktækt líklegri heldur en hinir flokkarnir til að segja ég tilbúin til að greiða hærri skatta til þess að hafa jafnt og gott heilbrigðiskerfi fyrir alla. Miðflokkur og Sjálfstæðisflokkur eru þarna neðst, þannig að þetta svona raðast sér eins og við myndum búast við út frá hugmyndafræði flokkana. Og svo ef við skoðum hér í alþjóðlega samanburðinum, þá erum við, ég veit ekki alveg hvað að gerast í Tævan, það reyndar var gert heilbrigðiskerfið þar, og þegar ég var í Bandaríkjunum þá var svona Tævan svolítið oft tekið út sem fyrirmyndar heilbrigðiskerfi sem tók það besta úr öllum kerfunum.
og nemendur mínir sem skoðuðu tævanska heilbrigðiskerfið voru almennt alltaf hrifnastir þegar þeir voru semst að gera það. Þannig að kannski bara eru þau að sjá hvað kerfið virkar vel, en ég veit ekkert það, ég veit ekki mikið meira tævanska kerfið. En svo sjáum við þetta, Íslendingar eru þarna svona í efri hlutanum 39%, fyrir utan Tævan þá hæst að vera að fara í 45%, og eru mjög nálægt Noregi og Danmörku varðandi þetta, og töluvert náttúrulega hærri heldur mörg lönd þar sem þetta kannski 50 þjóðarinnar sem segist vera tilbúin að greiða hærri skatta. Til að ljúka hér síðan aðeins bara hvað við höfum lært, ef við skoðum aðeins bara hver stóra myndin hvað það sem við sjáum hér. Við sjáum að Íslendingar eru óánægðir með heilbrigðiskerfið en íbúar á hinum Norðurlöndunum. Við sjáum það í öllum þeim mælingum sem við erum að skoða hér, og það verulega mikill munur á hvar löndin og ég bara verð að játa að þetta kom mér töluvert á óvart. Þeir upplifa líka einhvern ójöfnuð í kerfinu, og þá sérstaklega varðandi efnahag og ríkisborgararétt. Það virðist vera eitthvað að fólk upplifi það að þau sem eru ríkari, þau sem hafa ríkisborgararétt, þau að einhverju leyti hafa betri aðgengi að heilbrigðiskerfinu. Og svo líka viljum við meiri jöfnuð heldur en flestar þjóðir, og það virðist ennþá vera þó að það hafi minnkað að einhverju leyti að fólki finnist það mjög óréttlátt að þau ríku geti greitt fyrir betri heilbrigðisþjónustu, þá erum við samt í alþjóðlegum samanburði. Það eitthvað gegn einhverjum held ég ákveðnum grunngildum okkar sem Íslendinga að það sé hægt að kaupa sér betri þjónustu, en hvort að við viljum endilega láta það sem sagt fara af okkar sköttum kannski meiri spurning, og það náttúrulega líka kannski eitthvað sem algjörlega má búast við og ekki hægt að draga kannski of miklar ályktanir af. Hvar sjáum við hópamun? Við virðumst sjá það séu ákveðnir hópar sem hafa kerfisbundið betri upplifun af kerfinu, sem þá eldra fólkið, karlar og þau sem meta sig hærra í þjóðfélagsstöðunni. Við sjáum líka viðhorfin til ójöfnaðar tengjast þjóðfélagsstöðu einstaklingsins, og við virðumst taka eftir þeim ójöfnuði sem tengist okkur best. Og svo kannski stjórnmála skoðanir sem alltaf áhugavert að skoða, en það líka tengjast viðhorfum eins og við myndum búast við út frá því hvar við vitum hvar þessi flokkar standa varðandi hugmyndafræði, varðandi hvernig við eigum að skipuleggja samfélagið, varðandi hvernig við eigum að veita velferðar og heilbrigðisþjónustu. Ef við skoðum síðan aðeins einhverja leiðir og hvað við og Rúnar mun fara mun betur inn í þetta og ræða, sem sagt leiðir til að bæta heilbrigðiskerfið, þá getum við náttúrulega spurt okkur með þessar kerfisspurningar, hvað erum við á Norðurlöndunum að gera betur, eða hvað eru Norðurlöndin að gera betur heldur en við? Það líka hvort sem hún sé rétt eða röng upplifunin á skilvirkni. Það greinilega eitthvað hér sem verður allavega að fólk verður að upplifa að sé meiri skilvirkni í kerfinu heldur en að það getur. Og hér getum við náttúrulega líka velt fyrir okkur umræður eins og bara bráðamöttunguna, gjörgæsluna, þú veist að fólk í rúmum út á, sem sagt bara út á gangi og eitthvað slíkt, biðlista, þannig að auðvitað ekkert ólíklegt að það fari til fólks bæði umræðin í samfélaginu, en að sjálfsögðu líka kannski þeirra eigin reynsla af kerfinu og reynsla þeirra sem eru í kringum þau. Ég held að sé líka af þessum niðurstöðum algjört grundvallaratriði að standa vörð jöfnuð í kerfinu, því að þrátt fyrir kannski umræður annað og einhverja vísbendingar, þá allt sem við sjáum bæði þessum gögnum og í öðrum gögnum, þá jöfnuður still. En þá eitt af grunngildum held ég hvernig fólk almennt á Íslandi hugsar. Því að þessar rannsóknir náttúrulega endurspeglar það, þar sem að þetta eru viðhorfarannsóknir, og stundum þegar við kannski erum að kynna þetta, þá sagt kannski já, en ég sé rosalega mikið af fólki, þú veist, sem að kommenta á DFF sem alls ekki sammála þessu, og þá náttúrulega mikilvægi þess að aðskilja á milli þess sem eru svona rannsóknir sem geta sagt okkur eitthvað viðhorf og hvernig þau endurspeglast þjóðarinnar miðað við kannski þá sem háværistir í að tjá sig í orðræðunni. Og síðan auðvitað vera meðvituð það hvernig mismunandi þjóðfélagsstaða hefur áhrif á viðhorf til og upplifun af kerfinu, og þar held ég að sé náttúrulega mikilvægt að nota gögn til að sjá þennan mun, því að auðvitað vitum við að í alþjóðlegum samanburði Ísland tiltölulega jafnt varðandi mjög margt, en við vitum líka hér viðgengst verulegur ójöfnuður í samfélaginu, bæði náttúrulega bara hvernig fólk hefur það, en líka hugsanlega hvernig aðgengi og upplifun það hefur í kerfunum okkar,
þar á meðal heilbrigðiskerfinu. Og svo kannski svona áður en Rúnar ætlar að fara mun dýpra í íslenska heilbrigðiskerfið og útskýra suma af þessum hugtökum sem ég verið að ræða hér. En þegar við veltum líka hluta af okkur fyrir hvernig og af hverju kerfið upplifunin verri, þá kannski þar sem við skoðum oft einfaldlega bara peningarnir. Þannig ég ætla að enda hér áður en Rúnar fer að tala nær inn í íslenska heilbrigðiskerfið og veruleikann sem tengist því. Þá sjáum við náttúrulega þar að það sem við erum að eyða verulega undir það sem margar aðrar þjóðir að gera og þá meðal annars kannski sem við ekki búast við verulega undir OECD meðaltalinu. Þannig að kærar þakkir fyrir að hlusta og Rúnar, ég held að Stefán ætla að kynna Rúnar. Takk. Tímamörkum sem við settum upp í skipulaginu. Svona nokkurn veginn. Já. Mikrofónu á því. Já, kannski þetta bara. Svo. Já, komið í sæl. Ánægjulegt að vera með ykkur. Ræða mikilvæg málefni. Ég hef kosið að kalla þetta erindi áskoranir í íslensku heilbrigðiskerfi og kemur þá í svona eðlilegu framhald af umfjöllun Sigrúnar samanburð milli landa. Ef við lítum aðeins á markmið íslenska heilbrigðiskerfisins eins og reyndar annarra félagslegra kerfa, þá snýst það tvennt í grundvallaratriðum. Þetta eru grunngildin, það gæði og aðgengi. Og þetta auðvitað rammað inn í 1. grein laga heilbrigðisþjónustu þar sem talað að allir landsmenn, ekki sumir, eigi kost á fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem á hverjum tíma eru tök á að veita. Og fyrra atriðið þarna sem feitleitur að snýra aðgenginu og það seinna að gæðunum. Við viljum auðvitað að allir hafi sem greiðastan aðgang að þeirri heilbrigðisþjónustu sem þörf á og að sú þjónusta sé með sem bestu móti. Ef við lítum aðeins á svona eiginleika í félagslegum heilbrigðiskerfum eins og okkar, að þá eru þetta nokkur einkennisatriði. Það í fyrsta lagi, það almennur réttur til heilbrigðisþjónustu og jafnt aðgengi þetta markmið sem ég var að nefna áðan og hún fyrst og fremst fjármögnuð af hinu opinbera til þess að tryggja þessi markmið, þjónustan, og það hið opinbera sem skipuleggur þjónustuna. Hún greiðir þjónustuveitendum fyrir og notendur hafa lítinn sem engan kostnað. Hið opinbera á að mestu aðstöðuna sem notuð og rekur helstu rekstrareiningar og gjarnan veitt heimild til takmarkaðs einkareksturs og einstaklingar borga þá kostnaðarauka ef af leiðir. Þetta svona þessi kjörmynd sem iðulega talað í tengslum við félagsleg kerfi. Og svo eins og Sigrún reyndar vék að, þá misjafnt í hvaða mæli einstök lönd, jafnvel þótt þau teljist til félagslegra kerfa, uppfylla öll atriði þessara kjörmyndar. Við erum með ákveðin grunngildi í félagslegum heilbrigðiskerfum og gildin eru samábyrgð í fyrsta lagi. Það geta allir orðið fyrir heilsubresti og verða það raunar, fyrr eða síðar. Fyrirbygging og meðhöndlun heilsubrests sameiginleg ábyrgð en ekki bara persónuleg ábyrgð þeirra sem eru svo óheppnir að lenda í heilsubresti. Sanngirnisgildið snýr að því að við eigum öll rétt þá á þessari nauðsynlegu heilbrigðisþjónustu. Og umfang þjónustu á ekki að ráðast af kaupgetu eða öðrum þáttum heldur af þörfinni einni fyrir þjónustuna. Í þriðja lagi þá það þetta gæðagildi, þar að segja hún á að vera gagnreynd þessi þjónusta, bæði að því varðar þjónustu við einstaka skjólstæðinga og eins varðandi skipulagi. Þetta enda mikilvægt atriði. Við þurfum líka að vera með gagnreynt skipulag. Skipulag sem virkar vel og náttúrulega líka nýtir þá fjármuni sem best sem til ráðstöfunar eru. En þegar talað gæði, því miður allt oft verið að tala gæði í tengslum við samskipti einstaklinga við einstaka starfsmenn í kerfinu. Og þá gleymist þessi stærri gæðaumræða sem snýr að skipulaginu. Ef við skoðum rekstrarlega ábyrgð hins opinbera, þá getur hún verið á ákveðnum skala. Minnst rekstrarlega ábyrgð hins opinbera þegar að kaup og sala og heilbrigðisþjónustu fer fram á opnum frjálsum markaði. Slíkt fyrirkomulag veldur miklum ójöfnuði í aðgengi að þjónustunni. Fyrst og fremst vegna þess að þjónustustig ræðst að miklu leyti af kaupgetu þeirra sem á markaðnum eru.
Og þetta stangast algjörlega á við grunngildin í félagslega heilbrigðiskerfinu sem ég var að nefna áðan og þess vegna þessi aðkoma hins opinbera, hún meiri ef að hið opinbera setur reglur og semur verðategund á þjónustu sem keypt gerir þjónustusamninga við einkaaðila á markaði. En mest rekstrarleg ábyrgð hins opinbera þegar að hið opinbera starfar ekki sjálft þessa þjónustu. Nú svo það eins með fjárhagslegu ábyrgðina að hún getur verið stigskipt. Þegar að fjármögnun heilbrigðisþjónustu af hálfu einkaaðila, það geta verið sjúklingar í gegnum sjúklingagjöld, þetta geta verið tryggingafélög, menn kaupa einkatryggingu, eða þá að þetta geta verið launþegafélög sem að veita eða hjálpa til við niðurgreiðslu á útlögðum kostnaði aðildarfólks í stéttarfélaginu. Að allt myndi þetta vera það sem við köllum einkafjármögnun og þar kemur þá, ef þetta ríkjandi form, þá ábyrgð hins opinbera fjárhagslega séð lítil. Hún meiri þegar að hið opinbera fjármagnar þjónustuna á móti einkaaðilum í einhvers konar blöndu, fjármögnunarblöndu, en mest fjárhagslega ábyrgðin auðvitað þegar að það hið opinbera sem fjármagnar að langstærstum hluta eða jafnvel að öllu leyti eins og gildir suma þjónustu í okkar kerfi, þessa þjónustu. Nú ég nefni til dæmis ung- og smábarnavernd hjá okkur, heimahjúkrun, skólahjúkrun, heilbrigðisþjónustu á legudeildum, að þetta eru dæmi heilbrigðisþjónustu sem fjármögnuð öllu leyti af hinu opinbera. Og það auðvitað alltaf pólitískt markmið eða úrlausnarefni getum við sagt í hvaða mæli hið opinbera á að bera þessa fjárhagslega ábyrgð, en það líka pólitískt úrlausnarefni í hvaða mæli hið opinbera á að sinna þessari rekstrarlegu ábyrgð á þjónustukerfinu. Nú, mér langar aðeins að fara inn í viðhorfin líka, kannski svolítið öðruvísi heldur en þarna var gert áðan hjá Sigrúnu. Hún nefndi ánægjuna með kerfið og ég reyndar hef gert slíkar kannanir áður. Þetta sama könnun og Sigrún nefndi áðan, International Social Survey Program, og þar kemur í ljós að það rétt rúmlega 60% þarna sem eru ánægð og græna súlan það hópurinn sem hvorki né og svo óánægju hlutfallið þarna yfir 20%. Og þegar maður ber þetta saman yfir árin þá sér maður að það hefur heldur lækkað ánægju hlutfallið hjá okkur og það auðvitað umhugsunarvert. Og ef við skoðum þá hópa þá í síðustu könnuninni við þessari alþjóðlegu hér á Íslandi sem eru síður ánægðir, að þá sjáum við að yngri fullorðnir skera sig þar úr ásamt stuðningsmönnum, sérstaklega Pírata hér, en þarna ákveðin skörun við unga fólkið reyndar í þeim niðurstöðum því að þeir eru í yngri kantinum umfram flesta aðra flokka, þeir stuðningsmenn, en við sjáum að þetta eru hóparnir sem skera sig svolítið úr í lægra ánægju hlutfalli. Ég hef líka spurt endurtekið gegnum árin viðhorfin einmitt til þessara rekstrarlegu og fjárhagslegu ábyrgðar hins opinbera eða einkaaðila sem ég var að vísa til þarna áðan og spurt til dæmis í hvaða mæli hið opinbera, ríki eða sveitarfélög sem sagt eða einkaaðilar ættu að reka einstaka þjónustuþætti í heilbrigðisþjónustunni hjá okkur. Og þá niðurstaðan býsna afgerandi þegar kemur að sjúkrahúsumræðunni eða þegar spurt sjúkrahús, það yfirgnæfandi meirihluti þar. Það líka mikill meirihluti sem vill að hið opinbera reki fyrst og fremst heilsugæslustöðvar en ég vek þó athygli á því að það hlutfall hefur lækkað hér milli 2017 og 2021. Sú lækkun reyndar tengist aðallega Stór-Reykjavíkursvæðinu en engar síður rúmur meirihluti og góður meirihluti þarna fyrir því að þetta sé fyrst og fremst í opinberum rekstri. Samverið segja hjúkrunarheimili og tannlækningar. Og þegar að fólk spyr eða svarar því til að einkaaðilar í fyrst og fremst að reka einhverja þætti þá fáum við miklu lægri hlutföll. Við fáum helst hærri hlutföll þar í sambandi við læknastofur utan sjúkrahúsa og í sambandi við tannlækningar fullorðinna. En þetta eru náttúrulega þau þjónustuform sem eru í einkarekstri nánast alfarið. Þannig að við sjáum þá að ef maður ber þetta svo saman við þessar viðhorfamælingar að þá þarna töluvert bil á milli
viðhorfan annars vegar og raunverulegs rekstrarfyrirkomulags hins vegar, að því leyti til að þarna er meiri stuðningur við félagslegan rekstur heldur en að við erum með í raun og veru. Það er ennþá meira afgerandi afstaðan þegar kemur að fjármögnun. Mikill meirihluti telur að hið opinbera eigi að leggja meira fé heldur en nú er til heilbrigðismála og það hlutfall hefur reyndar lækkað nokkur sem telur að meira fé skuli varið til heilbrigðismála og það stafar af því að það fjölgar þeim sem vilja óbreytt fé en það er áfram mikill meirihluti sem telur að meira fé skuli verja til heilbrigðisþjónustuna. Mig langar aðeins að fara nokkrum orðum hugtak sem oft hefur verið í svona notað dálítið ruglingslega hjá okkur og ekki síst í stjórnmálaumræðunni og það er þetta hugtak einkavæðing sem er þýðing á alþjóðlega orðinu privatization eða privatisering á skandinavískum málum. Það virðist vera meiri ruglingur á Íslandi í almennri og opinberri umræðu þetta hugtak heldur en maður sér á Norðurlöndum eða maður sér í Bretlandi eða Kanada eða Bandaríkjunum og ég veit ekki hvernig á því stendur þessum ruglanda en sem sagt með einkavæðingu er átt við í fyrsta lagi sölueigna sem hafa verið í opinberri eigu. Í annan stað er verið að tala aukna einkaframkvæmd, þetta er það sem við köllum einkarekstrarvæðingu og það er hluti af einkavæðingu. Í þriðja lagi erum við að tala aukna einkafjármögnun þegar hún á sér stað, það er þá einkafjárvæðing í kerfinu. Og það getur gerst með auknum sjúklingagjöldum eða einkatryggingu, til dæmis. Og það er ýmsar áskoranir sem geta tengst bæði einkafjármögnun og þá aukinni einkafjármögnun annars vegar og svo auknum einkarekstri hins vegar og við skulum kannski renna þess yfir það sem að svona þessi alþjóðlega heilbrigðismála umræða hefur nefnt. Einkafjármögnun eða sjúklingagjöld sem er aðalega það sem er í umræðunni getur leitt til frestunar eða niðurfellingar heimsókna og við sjáum góða kortlagning á því meðal annars hérna á Íslandi. Ég kem kannski að því hér á eftir aðeins nánar. Einkafjármögnun getur valdið ójöfnuði í aðgengi að þjónustu og það er þá stefnir þá gegn meginmarkmiði kerfisins sem ég var að tala áðan í félagslegu heilbrigðisþjónustunni. Það er í þriðja lagi gert ráð fyrir því að sjúklingagjöld dragi úr óþarfri þjónustunotkun og þetta er nú svona algeng rök fyrir einkafjármögnun og jafnvel aukinni einkafjármögnun. En vandinn er sá að langveikir og fólk með fjölþætta kvilla, það frestar reyndar læknisþjónustu oftar en aðrir og reyndar sækir síður lyfin sín þegar ávísað er í apóteki heldur en aðrir sem eru svona 2 mælikvarðar á aðgengi og það er miklu frekar af kostnaðarástæðum hjá þessum hópum heldur en hjá öðrum. Svo við erum þá, og þarna eru hópar sem hafa meiri þörf fyrir þjónustuna, svo við erum að sjá þarna neikvæð áhrif af sjúklingagjöldum og þess vegna eru þau í eðli sínu alltaf mjög varasöm. Og einkafjármögnun í formi einkasjúkratryggingar sem eru til náttúrulega líka í félagslegum kerfum í litlum mæli þó, en eru ríkjandi formi í til dæmis bandaríska kerfinu, að þar verða til hópar sem að hafa betri aðgang að heilbrigðisþjónustunni heldur en aðrir og bíða síður eftir heilbrigðisþjónustu og svo framvegis. Og einkatryggingum hefur jafnvel, gæði einkatrygginga hafa jafnvel tengst sem gæðum þeirra þjónustu sem fólk á rétt á, ekki bara því hvort það á rétt á eða hefur aðgang að þjónustu heldur hver gæði þeirra þjónustu eru. Og það er stundum sagt að það skiptir ekki máli hver reki þjónustuna af því að aðalatriði sé bara að hið opinbera borgi fyrir hana í félagslegum kerfum, en þetta er mikil einföldun. Það eru auðvitað mörg álitamál sem þarf að fara yfir og skoða mjög rækilega þegar áður en farið er út í aukna einkaframkvæmd heilbrigðisþjónustu í félagslegum kerfum. Og hérna er nú svona 8 atriði úr fræðilegu umræðunni sem að þarf að hafa í huga í þessu. Stundum tengist einkaframkvæmd hærri þjónustugjöldum hjá notendum. Þetta fer þó eftir því hvaða mæli hið opinbera er tilbúið að koma inn í myndina og taka þátt í kostnaði við þjónustu einkaaðila sem er á markaði og yfirleitt sækja nú einkaaðilar á markaði eftir því að ríkið komi á móti því það eykur auðvitað eftirspurn eftir þeirra þjónustu og
og mikilvægt rekstrarlega fyrir þá aðila að ríki komi þarna á móti. Og það ræðst náttúrulega því þá í hvaða mæli ríki gerir það eða hið opinbera, hvort þarna verður hækkun á þjónustugjöldum eða ekki. Nú þjónustusamningarnir, þeir eru mjög flóknir, iðulega mjög flóknir. Það ríkir líka ákveðið upplýsingaójafnvægi oft í þessari samningagerð, þannig að hið opinbera hefur ekki þær upplýsingar sem það oft þarf til að gera góðan samning. Og þar er oft borið við rekstrarhagsmunum einkaaðilanna að þeir gefa ekki alltaf og þurfa ekki alltaf að gefa allar upplýsingar rekstur og reksturskostnað í þessari samningagerð. Þetta hefur nú verið vel rætt á vettvangi sjúkratrygginga, þetta upplýsingaójafnvægi í samningagerðinni. En það bara sýnir okkur hvað þetta eru oft flóknir og vandasamir samningar. Það er mjög erfitt að tryggja gæði í þessum samningum. Gæði eru reyndar almennt mjög illa skilgreind í heilbrigðisþjónustunni. Og þeir mælikvarðar á gæði sem eru notaðir eru oft mjög grófir, mjög almenns eðlis og grófir og taka ekki á hugtakinu nema mjög takmarkuðu leyti. Nú svo hefur verið bent á að oft skorti viðurlög við frávikum sem að verða í framhaldi af samningagerðinni. Þannig að þetta þarf alltaf að skoða. Nú, það er líka rétt að hafa í huga að aðilar í einkaframkvæmdir veita sjaldnast heildstæða þjónustu og það birtist til dæmis í því að flókin eða erfið tilfelli eða meðferðarmistök sem alltaf geta orðið lenda hjá opinberum þjónustuaðilum í þessu kerfi. Nú, einkaframkvæmd, hún beinist líka oft eins og hefur verið bent á af öðrum að meðhöndlun einstaklinga fremur en stærri lýðheilsuverkefnum og samstarfsverkefnum. Og svo er eitt líka mikilvægt atriði og það er að aðilar í einkaframkvæmd þeir sinna síður kennslu- og rannsóknarverkefnum sem eru nauðsynleg fyrir viðhald og þróun heilbrigðisþjónustunnar. Og í þessari samningagerð er oft ekki reiknað með að þessir aðilar taki nema eða hafi kostnað af því að taka nema. Og það er ekki gert ráð fyrir, það er engar rannsóknarskyldur sem hvíla sérstaklega á einkaaðilunum umfram það bara að þeir haldi sig sjálfur við í starfi. Nú, síðan náttúrulega má nefna að aðilar í einkaframkvæmdir velja sér að jafnaðarstarfi í þéttbýlinu og sænskar rannsóknir benda til að jafnvel hverfin sem valin eru séu iðulega betur stæð innan þéttbýlissvæðanna þar sem að þessi starfsemi fer fram og þetta eru niðurstöður þá frá Svíþjóð. Nú, þetta með kostnaðinn, það er vafasamt að það fylgi endilega, það er ekki hægt að gefa sér það með stóðsti, að einkaframkvæmd dragi úr heildarkostnaði þegar allt er talið með. Og það er mikilvægt að telja allt með. Þá erum við líka að tala um stjórnunarkostnaðinn af hálfu hins opinbera. Við erum að tala um stjórnunarkostnaðinn innan fyrirtækjanna sem hefur áhrif á reksturskostnaðinn, arðsemiskröfurnar sem þar eru á bakvið og eins og ég sagði á þennan aukna kostnað sem að fylgir eftirliti, ef að vel er að staðið, eftirliti með framkvæmdinni. Þannig að það er ekki hægt að halda því fram út frá þessari umræðu allir að það sé alveg sjálfgefið, það skipti ekki máli hver ekki þjónustuna. Og það er kannski punkturinn þarna. Nú, ef við skoðum aðeins þessa einkarekstrarvæðingu, þá má skoða hana út frá samskiptafjöldanum og hvernig hann er að breytast milli opinbera geirans og einkageirans hérna á Íslandi og við sjáum að þetta eru svona mælikvarðar hérna sem að eru þá bara hlutfall samskipta annars vegar til sérfræðinga á göngudeildi sjúkrahúsa og svo hlutfall sérfræði heimsókna á einkastofur. Og nú er það þannig að í mörgum tilfellum er þetta sömu aðilarnir sem bæði vinna í tengslum við göngudeildirnar og reka sínar einkastofur. Og þetta hefur nú verið til umfjöllunar meðal annars í McKinsey skýrslunni Landspítalann. Við erum með þarna meira frjálsræði af hálfu sérfræðinga sem ráðast á spítalann bæði varðandi sitt starfshlutfall á spítalanum og sínar skyldur utan spítalans heldur en þekkist á Norðurlöndunum. Og McKinsey skýrslan talar sérstaklega þarna um mögulegan hagsmunaárekstur sem getur orðið og hvata sem ekki þurfa alltaf að vera þeir bestu með tilliti til gæða þjónustunnar. Þannig að þetta eru hlutir sem þarf auðvitað alltaf að skoða líka vandlega. En við sjáum að það er að draga úr heimsóknum þarna miðað við árið 2008, samanburð 2019, þá dregur hlutfallslega úr heimsóknunum á göngudeildinni en það er aukast á móti á einkastofunnar. Þannig þetta er þá svona mynd sem gæti verið hægt að nota til að
til að sýna þarna það sem við köllum rekstrarlega einkavæðingu í sérfræðiþjónustunni. Og ef við skoðum heilsugæsluna þá sjáum við svipaða mynd, nema þar náttúrulega hlutfall þeirra sem eru í samskiptum við opinbert reknarstöðvarnar mun hærra, en það hefur þó lækkað verulega hér frá árinu 2015. Og meginskýringi þar að það opnuðu þarna nýjar einkareknar heilsugæslustöðvar hér á Reykjavíkursvæðinu eftir 2015. Og það skýringin á þessari breytingu hér. Og þetta komið upp í tæpan fjórðung af samskiptum sem eru þá við einkareknar stöðvar þegar miðað við landið allt, en mun hærra hlutfall bara skoðu Reykjavík eða Reykjavíkursvæði. Nú, varðandi einkafjárvæðinguna, það átti sér stað, getum við sagt, einkafjárvæðing hér á árunum milli 2008 og 2015. Það var að hækka hlutur einstaklinga í heildarkostnaði við heilbrigðisþjónustuna. En síðan þá höfum við verið í ferli til að draga úr þessari einkafjármögnun íslensku heilbrigðisþjónustunnar. Og að flestra mati telst þetta jákvæð þróun. Hins vegar kemur þessi kostnaður mjög misjafnlega niður, eins og ég kem að hér á eftir. Þetta bara heildartalan fyrir alla landsmenn. Nú ef við skoðum hérna hvernig við stöndum með Norðurlöndin, þá sjáum við það að einkafjármögnun í íslenska kerfinu hún meiri, og línan hérna sýnir þessa einkafjármögnun í íslenska kerfinu. Hún meiri hjá okkur heldur en hjá hinum Norðurlöndunum, með Finnlandir undanskilið, sem hefur þessa sérstöðu að vera með mikla einkafjármögnun í sínu kerfi. En ég vek þó athygli á því að þeir hafa verið hér í allbröttu lækkunarferli Finnar með einkafjármögnunina. Og það gildir líka flest Norðurlandana hinn að þau hafa verið að draga úr einkafjármögnun í heilbrigðisþjónustunni. Það gildir sænska kerfið, það gildir norska kerfið. Það einhver tröppugangur í þessu hérna í danska kerfinu. En við sjáum að frá árinu 2015 þá höfum við verið í þessu lækkunarferli varðandi kosta sjúklinga sem vegna heilbrigðisþjónustu. Og það mættum við kalla jákvæða þróun. Hvað sem síðar verður, því að þetta gengur upp og niður hjá okkur. Og það ekki einhver samfelld lengri tíma stefna í þessu sem hægt að greina hjá okkur varðandi hlut einstaklinga í kostnaði við heilbrigðisþjónustuna. Nú þetta kemur misjafnlega niður eins og ég sagði áðan. Ég hef tekið saman og gerði það í samstarfi við Öryrkjabandalagið studdi nú þetta verkefni og það nú líka stutt af Háskóla Íslands, Rannsóknasjóði Háskólans. Og við tókum saman heildarkostnað einstaklinga, það að segja bein útgjöld þeirra. Hver eru bein útgjöld einstaklinga og heimila vegna heilbrigðismála? Og þá rétt að hafa í huga að hið opinbera hefur ekki góðar upplýsingar þetta. Hið opinbera hefur upplýsingar það hver kostnaður sjúklinga að því leyti sem hið opinbera sjálft tekur þátt í þeim kostnaði. En þegar kemur að öllu hinu, þá hefur hið opinbera bara enga hugmynd. Og það engar upplýsingar að hafa. Svo við vildum reyna að ná utan þennan kostnað. Hver hann? Og þarna eru inni þá heimsóknir til heilbrigðisstarfsmanna, hvort sem þeir eru á samningi við sjúkratryggingar eða ekki. Þarna eru öll lyfseðilsskyld lyf, líka þau lyfseðilsskyldu lyf sem eru ekki í kostnaðarþátttöku ríkisins. Því þau eru ekki öll í kostnaðarþátttöku. Þarna eru öll ólyfseðilsskyldu lyfin sem eru ekki í kostnaðarþátttöku. Þarna eru líka sjúkratryggingar, hvort sem þeir eru í kostnaðarþátttöku eða ekki. Sjúkraflutningar sem sagt, og þarna eru tæki- og lyfjabúðavörur sem að mestu leyti ekki í kostnaðarþátttöku. Svo við reyndum að ná utan þetta allt saman. Og hvað þá meðal heimilið að leggja til í heildarútgjöld vegna heilbrigðismála? Jú, það eru 244.000 á ári, miðað við árið 2022. Og við sjáum svo að sum heimili að verja hærri upphæðum en önnur og hæstu upphæðina verður heimili öryrkjana 323.000. En það sem skiptir máli í þessu, það að skoða hlutfall þessara útgjalda af ráðstöfunartekjum heimila. Því að ég sé það sjálfur þegar ég að skoða frestun þjónustu til dæmis, að það skiptir máli hver kostnaðarbyrðin ekki hver krónutalan sem slík, heldur meira sem kostnaðarbyrðin þar sé þetta hlutfall útgjaldana af ráðstöfunartekjum. Og þá sjáum við það hér að það misjafnt. Í heildina það 4,3% af ráðstöfunartekjum sem fer í bein útgjöld þegar allt talið. En við sjáum líka að það ákveðnir hópar sem bera þyngri byrðar. Það eru heimili yngra fólks, heimili einhleypra og einstæðra foreldra
Mannmörg heimili eru þarna heldur hærri, heldur en almennt gerist. Heimili grunnskólamenntaðra en þó sérstaklega heimili lágtekjufólks og atvinnulausra. Öryrkjar eru þarna einnig háir, en ég vek athygli á því að þessi hlutföll hjá lægsta tekjuhópnum og hjá atvinnulausum, það er yfir þeim mörkum sem eru kallaðir catastrophic healthcare expenditures í alþjóðlegum rannsóknum. Og hvað er að gerast hér? Við erum náttúrulega með tryggingakerfi, ég sagði ykkur og við töluðum það eru vissir þættir sem eru ókeypis. Ég taldi þá upp áðan. En svo þarf fólk að borga fyrir ýmislegt annað. Og stundum að fullu, stundum að hluta. Þetta kerfi okkar, það tekur tillit fyrst og fremst til þess, það er misjöfn tryggingavernd í kerfinu. Hún er meiri í tilfelli lífeyrisþega, þá erum við að tala örorkulífeyrisþega og ellilífeyrisþega, og hún er meiri í tilfelli barna í sömu fjölskyldu. Og þetta hefur verið gert til að taka tillit til barnafjölskyldu annars vegar og svo eldra fólksins og öryrkjana og lífeyrisþegana hins vegar. En það er fullt af hópum öðrum sem við náum ekkert utanum í þessari tryggingavernd okkar. Og stóra pólitíska málið, eins og ég sé það núna, meðal annars fyrir þessar kosningar eins og áfram, og það er hvernig náum við betur utanum þessa hópa, ekki með þessum grófa hætti sem við höfum verið að gera, að skilgreina fyrst og fremst börn í sömu fjölskyldu og svo lífeyrisþegana, heldur ná betur utanum þessa hópa sem bera verulegar byrðar og þarna til dæmis er áhugavert að hugsa til þess að tekjur, bæði heildartekjur og ráðstöfunartekjur, koma ekkert við sögu í sambandi við ákvörðun tryggingavernd á Íslandi. Þessar reglur kostnaðarþátttöku í lyfjum og heimsóknum og rannsóknum taka ekki tillit til tekna fólks, sem er út af fyrir sig áhugavert. Að vísu skal ég nú nefna það að það er til reglugerð sem er orðin gömul sem fjallar það að fólk geti sótt endurgreiðslu vegna uppsafnaðs mikils kostnaðar vegna heilbrigðisþjónustu. Og ég hafði samband við Sjúkratryggingar og þeir vísuðu mér á Tryggingastofnun og hún vísaði mér aftur á Sjúkratryggingar sem vísuðu mér aftur á Tryggingastofnun. Og þá kom í ljós að þessi reglugerð er til, hún hefur ekki verið uppfærð í einhver 10 ár, hún er að mörgu leyti úrelt. Og það eru mjög fáir sem hafa sótt heildar endurgreiðslu vegna útlagskostnaðar samkvæmt reglugerð. Hún er afskaplega illa kynnt líka, sú reglugerð. Og ég nefni þetta sérstaklega í grein núna nýlega, þar sem ég er að fjalla kostnað sjúklinga í tímariti hjúkrunarfræðinga sem var að koma út og fer það nánar ofan í þessi atriði. Nú ef við skoðum hlutfall sem hefur frestað læknisþjónustu, þá hefur það aðeins verið að hækka og þetta er áhyggjuefni. Við hefðum viljað vera í lækkunarferli með hlutfall þeirra sem frestað læknisþjónustu. Þetta eru fullorðnir 18 til 75 ára og þetta er sambærileg spurning alveg frá 1998. Við vorum frá 2006 með svipað hlutfall en svo hefur þetta farið hækkandi. Og þegar við spyrjum hver ástæðan er fyrir þessari frestun, þá hefur orðið grundvallar breyting á uppnefndum eða uppgefnum ástæðum. Algengasta ástæðan er að fá ekki tíma nægilega fljótt. Það er þessi biðtími og þessi biðlisti sem er að valda því að fólk frestar eða fellir niður heimsóknina. Þessi ástæða var í 3. eða 4. sæti áður en er komin hér efst á listan sem ástæða fyrir því að fólk frestar því að leita sér læknisþjónustu. Kostnaður hefur jafnan verið í 3. sæti þarna og heldur því 3. sæti sem ástæða að þjónustan sé of dýr. En það er þetta með að fá ekki tíma nægilega fljótt sem er komið þarna í áberandi 1. sæti. Nú þeir sem að fresta, það eru vissir hópar sem fresta frekar en aðrir, öryrkjar fresta frekar en aðrir, hér er hlutfall fyrir heildina og svo sjáum við hina hópana til samanburðar. Það eru öryrkjar, það eru einstaklingar undir fátæktarmörkum með heimilistekjur og síðan eru það þar á eftir, það eru einstæðir foreldrar og einstaklingar með langvinna sjúkdóma. Sem allir fresta og yngra fólki, ég má ekki gleyma þeim, heimili yngra fólks. Þetta eru þeir hópar sem fresta þarna oftar heldur en almennt gerist. Það er líka spurt það hvort fólk hafi sótt lyf sem því var ávísað í apótek og ákveðið hlutfall sækir ekki sitt lyf sem hefur verið ávísað í apótek. Og í heildina þá eru þetta í kringum einhver 13%.
En við sjáum þarna að prósenturnar eru misháar eftir hópum. Það er mun hærra hlutfall með öryrkja og lægsta tekjuhóps þarna líka, einstæðra foreldrar sömuleiðis. Nú, konur eru þarna líka hærri heldur en karlar. Nú, hvaða máli skiptir þetta? Jú, og hvaða máli skipta útgjöldin sem ég var að tala um áðan? Það er samband milli þess augljóslega hver útgjaldabyrðin er og hver frestunin er. Við sjáum þarna til dæmis að eftir því sem að fyrri útgjöld vegna heilbrigðismála á heimilinu eru hærra hlutfall af ráðstöfunartekjum heimilisins. Það er dökkbláa stikan. Því hærra hlutfall heimilismanna frestar læknisþjónustu á 6 mánaða tímabili. Og það fer alveg upp í 43% hér hjá þeim sem hafa áður verið með útgjöld sem nema 8% eða hærri prósentu af ráðstöfunartekjum. Svipaða mynd fáum við hérna varðandi ávísuðu lyfin eftir því sem að útgjöldin eru hærra hlutfall af ráðstöfunartekjum á heimilinu að því hærra hlutfall heimilismanna leysir ekki út lyf sem þeim hefur verið ávísað. Það fer upp í 4 hér í þessum hjá þeim sem eru með fyrri útgjöld sem nema 8% eða hærra af ráðstöfunartekjum heimilisins. Ég ætla ekki að fara yfir meira af tölum núna en aðeins að í lokin að fara yfir svona hvað við getum gert hugsanlega til að styrkja stoðir hins félagslega kerfis okkar Íslendinga ef að það er markmiðið yfirleitt hjá okkur. Og þá er spurningin, ætlum við að styrkja félagslega heilbrigðisþjónustu á Íslandi með því að einfalda og efla sjúkratryggingakerfið með það fyrir augum að halda sem lægstum lyfjakostnaði og komugjöldum sjúklinga og efla almenna tryggingavernd. Er þetta markmið hjá okkur með kerfinu? Viljum við styrkja heilsugæsluna enn frekar? Og það er gert til dæmis með því að ráða fleiri heimilislækna til heilsugæslunar og fleiri framhaldsmenntaða heilsugæslu hjúkrunarfræðinga, sálfræðinga. Nú, það getur þurft að stækka þessar stöðvar. Þær eru veikburða einingar. Sum þjónusta dettur niður þegar einn einstaklingur fer af stöðinni. Það er ekki nógu góður stöðuleiki í framboði þjónustu og þess vegna hef ég velt því fyrir mér hvort ekki væri ástæða til að huga að stækkun stöðvanna til þess að það verði stöndugri og veiti stöðugri þjónustu og samfelldari og áreiðanlegri þjónustu. Það þarf að efla þessi persónulegu tengsl sjúklinga við fagfólkið því við vitum að persónulegu tengsl eru aðgengisþáttur. Þeir sem ekki hafa persónulegu tengsl fyrir eru líklegri til þess að verða viðskila við þjónustuna og fresta henni frekar. Það þarf að draga úr bið og biðlistum í opinbert rekinni heilbrigðisþjónustu. Bið eftir opinbert rekinni heilbrigðisþjónustu mega ekki verða sjálfstæðum rökum fyrir því að gerðir séu samninga við einkaaðila. Það hljóta þurfa að koma önnur rök til heldur en þau að það sé bara verða vaxandi bið eftir þjónustu í opinbert reknu kerfi. Þetta er rétt að hafa í huga í þessu sambandi. Þó auðvitað geti slíki samninga verið mikilvægir til þess að leysa ákveðin verkefni og bregðast við ákveðin vanda sem kemur upp, þá getur það ekki verið framtíðarstefna að efla einkarekna þjónustu með samningum á þann hátt að búa til vaxandi biðlistakerfi í opinbert rekinni þjónustu. Það getur aldrei verið, ég held að það hljóta að vera í félagslegu kerfi markmiðið, sko. Það þarf að skilgreina betur og styrkja göngudeildarþjónustu spítalana og hér hef ég nú oft sagt sko að það er tvennt sem kannski má tala um. Í fyrsta lagi, göngudeildarþjónustan er stundum að sinna almennum viðfangsefnum heilsugæslunnar. Og þetta kemur fram í McKinsey-skýrslunni til dæmis Landspítalann. Og þar eru þá einhver verkefni sem að heilsugæslan ætti frekar að vera að sinna. En svo þarf að styrkja faglega stöðu þessara göngudeildar til að veita sérhæfða þjónustu utan sjúkrahúsa. Þarna eru náttúrulega læknar sjúkrahússins í tvöföldu hlutverki. Ætlað er að efla göngudeildarþjónustuna, ætlað er að vísa sjúklingum á sínar stofur, sjáðu þið til. Og þetta er ákveðið vandi sem við þurfum að ræða sameiginlega og leysa. Hvernig viljum við hafa skipulagið? Þetta með að bæta aðstöðu sjúklinga og starfsaðstöðu í opinbert reknu heilbrigðiskerfi, þetta er auðvitað mikilvægt markmið. Ég vek athygli á því að við erum að leggja mjög lítið til innviðauppbyggingar. Það er innviðaskuld í heilbrigðiskerfinu. Það er reyndar innviðaskuld víðar. Það er innviðaskuld í samgöngukerfinu. Það er innviðaskuld jafnvel í menntakerfinu og reyndar verði nú að segja sérstaklega í háskólakerfinu. Þá ég eigi þar hagsmuna að gæta.
Og þetta er merkilegt með þessar innviðaskuldir að þær rúlla áfram án þess að við kannski ræðum vandann í heild. Það þarf að vinna gegn biðlistum eftir hjúkrunarrýmum og fjölga rýmum. Við þekkjum þetta ljóta orð fráflæðisvanda á sjúkrahúsunum og sérstaklega á Landspítalanum. Það þarf líka að auka nálægð þjónustunnar og við getum elt hana með ýmsum hætti. Ég vil efla miklu frekar og ég held að það sé virkilega þörf á því. Heilsugæsla í framhaldsskólum, hún komin á en hún þarf að vera miklu öflugri. Það þarf líka að vera til öflug heilsugæsla sem fylgir skóladegin. Meira segja í grunnskólanum, þar sem við erum með lengstu sögu skólaheilsugæslu. Þar fylgir heilsugæslan ekki skóladegin. Og þetta ætti fyrir löngu að hafa verið eitthvað markmið sem við settum okkur, að þjónustan fylgdi skóladegi barnanna. Svo það þetta með samfelluna. Við þurfum að leggja mikla áherslu á samstarf, kannski meiri áherslu á það heldur en samkeppni í heilbrigðiskerfinu, til þess að ná þeim markmiðum sem við viljum ná. Þetta gildir alveg sérstaklega varðandi langveikt fólk sem þarf samfellu í þjónustunni og langveikt fólk sem ekki bara með eitt sjúkdóm. Við höfum það í huga að meirihluti fólks með langvinna sjúkdóma með 2 eða fleiri samtímis. Og það kallar á samþætting og samvinnu í þjónustukerfinu. Miklu frekar heldur en aðskilnað, sundurgreiningu og samkeppni. Svo þarf að setja einkavæðingunni mörk, bæði varðandi einkafjármögnun og einkarekstur og það þarf alltaf að horfa á slíka samningagerð í samhengi, í svona heildrænu samhengi, þjónustunnar í heild. Þannig að við séum ekki bara að slökkva einhverja elda eða leysa einhver afmörkuð tímabundin vandamál til að skora stig í pólitíkinni eða öðrum ástæðum. Við þurfum svolítið að gera þetta með heildrænum hætti. Takk fyrir. Erindrekamerkja voru snilldarlega uppsett þar sem að það var öfnuðu spurningar sem við svöruðu ef ekki á næstu glæru þá á þær næstu. Ef ekki að setjast hérna í pallborðið og fá bæta Þórólfi og Sigurbjörgu við. Það aðeins að fá hjálp hvernig við skipulum það. Allar Sigurbjörg og Þórólfur að bregðast við erindunum eða? Það sem við hljóðum á hvort er ekki semmilega. Alveg sjálfsagt. Komiði öll sæl og blessuð og takk kærlega fyrir að bjóða mér að sitja hérna með ykkur í panel og fá að áherpa þetta málefni sem heilbrigðismálin. Ég hef lagt það í vana minn að skoða heilbrigðismál svona í ljósi kerfa, ekki í einstaka málefnum, heldur í skoða kerfin í heild. Og við sem erum að gera það, við höfum aðrar mælieiningar og aðrar mælistikur á til dæmis fyrirbæri eins og skilvirkni sem hér hefur oft verið nefnt og jöfnuð. Og ég ætla að byrja á því að nefna það að við sjáum okkar kerfi hafa breyst töluvert frá því miðjan 10. áratuginn á síðustu öld. Það er orðið miklu brotakenndara, það er sundurlausara, það er miklu meira svona litlum klíningum og læknastofum þannig út á akrinum. Og þetta er að gerast og oft undir þeim svona formerkjum og væntingum það að markaðurinn, einkareksturinn getur náð betur markmiðum skilvirkni. Og það má alveg vel vera. Það er vel verið að markmiðin sé betur náð, markmiðum skilvirkni sé betur náð á markaði. En við sem skoðum kerfi, við höfum miklar efasemdir það þegar við erum að skoða kerfið í heild sinni. Það getur vel verið að við komumst að því að einstaka einingar telja sig geta náð meiri skilvirkni eftir því hvernig þeir mæla það og hvað er lagt til grundvallar. En þegar þú fyrir að skoða kerfið í heild, þá eru mjög fá dæmi þess eða það er fátt sem bendir til þess að kerfi sem slík séu að ná betra skilvirkni. Og þá ætla ég bara að nefna eitt kerfi sem var nefnt hér áðan og það er Bandaríkin sem er varla eitt kerfi, það eru mörg kerfi, mjög sundurlaus. Og þið sáum nú á súluritunni hjá Sigrúnu hvað útgjöldin til heilbrigðismála í Bandaríkjunum
var bara út úr kortinu, miklu hærra heldur en annarra kerfa og annarra landa. Betra að tala um lönd heldur í kerfi vegna þess að það eru mörg kerfi í Bandaríkjunum. En útkoman, árangurinn er skelfilegur. Ég leyfi mér að fullyrða það hér. Alveg skelfilegur. Það var hérna árið 2009 að breski vísindamenn gáfu út bók sem þeir kalla Hallamálið. Og þar tóku þeir alltaf lykiltölur úr alþjóðlegum stofnunum, lykiltölur heilbrigðisþjónustu, árangur í heilbrigðisþjónustu, árangur í félagsþjónustu. Og svo skoðuðu þeir þessa lykil eða mælistikur og báru það svona upp í regression analýsu við tekjudreifingu. Og hvað fundu þeir? Jú, Bandaríkin voru þarna lengst uppi, algjör útlægi þegar kom að árangri í þeim indikatorum sem þarna var gefið upp. Og þeir voru ansi margir, bæði í félags- og heilbrigðisþjónustu. Og þarna sá maður skandinavísku ríkin, norrænu ríkin, mynda þarna cluster, svona hóp, neðst í horninu, mjög góða, mjög svona litla tekjudreifingu og voru ekki há á stuðlunum yfir vandamál í heilbrigðis- og félagsþjónustu. Þannig að þetta er eitt, þannig að það þarf ekki neinum blöðum það að fletta. Megin niðurstaða þessari vísindamanna, Richard Wilkinson og Kate Pickett, var svo, ef okkur langar til að upplifa bandaríska drauminn, farið þá til Danmerkur. Og ég vildi bara byrja því að segja, þegar við tölum skilvirkni hérna annars vegar, það er vigtað á allt annan hátt, en ef við ætlum að leggja áherslu á skilvirkni, þá getur það gerst á kostnað jafnaðar. Og það er þannig að markaðurinn er ekki sérlega góður í að ná markmiðum jöfnuð. Það er og verður alltaf viðfangsefni stjórnmálanna. Og þá komum við að því, við sem erum að rannsaka svona kerfi og sérstaklega við sem höfum lagt okkur niður við það að skoða breytingar í heilbrigðiskerfum og svona meiri háttar stefnumótandi breytingar. Við erum búin að komast að því, öll sem einn, að það er bara nánast ógerningur að koma slíkum ákvörðunum í gegn í heilbrigðiskerfum. Af hverju er það? Jú, það er alveg óskaplega sterkir og miklir sundurleitir hagsmunir. Það eru læknar sem allir hafa mismunandi hagsmuni. Sumir eru á sjúkrahúsum, aðrir eru á heilsugæslustöðvum og enn aðrir eru í einkaklínikum. Og það eru lyfjafyrirtæki og það er tækniþróunarfyrirtæki. Þannig að þetta eru mjög ólíkir þættir sem takast þarna á. Og þeir eru bara mjög sterkir þegar á að koma einhverjum breytingum í gegn. Þannig að það er mikið vandamál. Það sem að þetta leiðir til er það að við höfum mjög sundurlaust kerfi. Marga ólíka veitendur. Þetta er afleitt ef við ætlum að skoða skilvirkni kerfisins í heild. En þetta er kannski enn afleitara þegar við ætlum að skoða kostnaðinn sem liggur í því að samhæfa þessa þjónustu. Og sá kostnaður hefur tilhneigingu til að aukast í samfélögum þar sem að langvinn veikindi eru vaxandi. Fólk með langvinn veikindi þeim fjölgar, öldruðum fjölgar, fólk með fjölkerfisvanda fjölgar. Þá eykst kostnaðurinn á samhæfingunni. Þannig þá erum við búin að missa töluvert mikið ef við höfum getað fært rök fyrir því að einstaka stofnanir eða klínikur eða einkastofur séu hagkvæmari, skilvirkari en annað, þá erum við búin að missa töluvert mikið af þeirri skilvirkni þegar við erum að skoða kerfið í heild. Nú, það er nokkur vandamál sem fylgja svona kerfum sem er búið að dreifa svona mikið að þjónustur og búið að einkavæða töluvert mikið af svona grunnelementum eða því sem hægt er að koma út á markað. En dýrasta þjónustan er síðan á sjúkrahúsunum og mætir oft mjög ósanngjörnum samanburði við einkastofnunar. Þannig að þú ert óhjákvæmilega með miklu þyngri sjúklegahóp að því hann endar inn á þessum þungu einingum. Þannig að kostnaðurinn verður meiri á einingum. Og það eru vandamáli fyrir utan þessa samhæfingu. Það eru vandamál sem hagfræðingar þekkja mjög vel. Og það eru þegar læknar starfa á einkastofum út í bæ og þeir eru sjálfir að meta þörfina fyrir sjálfa sig. Þetta fyrirbæri er þekkt í hagfræðinni, og þú róður kannski kemur á það, sem kallast supplier induced demand. Það er enginn sem er rauninni að kontrollera það hversu mikil er þörfin og hversu mikil er hún umfram aðra sem er að bíða. Þetta er eitt vandamáli. Hitt vandamálið sem er í svona kerfum, það er líka þekkt í hagfræðinni, það er moral hazard eða svona freistnivandi. Og hann gerist vegna þess að einn gefur út reikningin, annar fær þjónustuna og það er þriðji sem greiðir hana.
Þetta þekkt vandamál. Ég ekki að segja þetta sé svona, en þetta eru hættur. Þetta eru hagrænar hættur inn í svona kerfi. Nú, ég ætla að nefna ykkur dæmi það af hverju, hvað gerist þegar stjórnvöld láta það gerast, fara þá leið að veita, að útvista fleiri og fleiri verkefnum og auka þar með einkavæðingu rekstrar. Sem að gerist í leiðinni, mikilvægt eitt af því sem kom fram á glærum hjá Rúnari, það það að það grefur undan og veitir verulega stefnumótunar hlutverk stjórnvalda. Vegna þess að þeir ekkert einir það að taka þetta ákvarðanir. Og við sem höfum verið að rannsaka breytingar á svona kerfum, við erum búin að sjá það lágmark 6 ár af pólitískri samfellu sem þarf að vera til þess að ná fram einhverju meiri háttar breytingum. Lágmark 6 ár, hugsaðu ykkur það, umfram eitt kjörtímabil. Þannig að það þarf mjög mikla samfellu. Þetta eitt. Það annað sem að, ég ætla að nefna ykkur dæmi, ég verð að segja ykkur þessa sögu svo ég skilji þetta, af því að það sem við verðum átt okkur á líka, það ýmsir hlutir sem gerast svona inn í kerfum sem ekkert endilega afleiðing eða áhrif ákvarðunar. Þetta það sem er kallað stefnurek í mínum fræðum eða policy drift. Nú skal ég nefna ykkur 2 dæmi, stuttasögu. Það gerðist hér í upphafi þessara aldar að Ástralir voru búin að einkavæða mjög mikið af alls kyns svona starfsemi í heilbrigðisþjónustu sem átti staðið utan sjúkrahúsa. Og þegar síðan gerist samanborið við það sem hann bendir okkur á, hann Rúnar, að í svoleiðis kringumstæðum þá hættir þeim kostnaði sem sjúklingar eða þeir sem nota þjónustuna þurfa að taka upp úr eigin vasa, hann hækkar og hann hækkar og hann hækkar, hann tilhengur til að hækka. Þegar hann farin að ná ákveðnum sársaukamörkum, og eins og gerist þarna í Ástralíu, þá sáu tryggingafélög sem leika á borði. Voru að bjóða fram tryggingar. Tryggingar til að borga þetta ekstra dót, sko. Allar svona þáttökugjöldin og þjónustugjöldin og viðbót við lyfin og svo svona hótelkostnað, svona lúxuskostnaðin á spítalum. Síðan þegar tryggingafélögin allt í einu eru orðin svona economic actor í svona heilbrigðiskerfum, þá bætast þeir við þrýstihópur og það bara nokkur öflugur þrýstihópur. Og hvað gerðu þrýstihópar í Ástralíu? Hvað gerðu tryggingafélögin? Jú, þau herjuðu á stjórnvöld, þarna var bara fullt af fólki að kaupa sér tryggingar til þess að halda niðri kostnaði í heilbrigðisþjónustu og draga úr kostnaði í heilbrigðisþjónustu. Nú áttu þeir bara að fá skattaafslátt. Og stjórnvöldum í Ástralíu varð það á að samþykkja þetta. Og fyrr en varði, þá voru allt í einu farin að greiða meira í niðurgreiðslur á heilbrigðistryggingum heldur en til rannsókna á námugreftri, rannsókna í samgöngum og það var annað þáttur sem ég búin að gleyma hvað En ég ekki búin að skoða núna nýverið, en ég veit að það upphófst mikið barátta við að reyna að vinda ofan á þessu. Og það ekki auðvelt þegar svona komið á. Þetta er að sýna ykkur þarna dýnamík í kerfinu sem fer af stað sem svona beyond the control of politicians. Annað sem gerist þegar Obamacare var samþykkt þegar það var í ferli. Og þá átti að koma, og þá sáu menn að það var að koma aukið opinbert fjármagn inn í kerfið, inn á veitendahliðina. Hvað gerist þá? Þá hækkuðu bara veitendur þjónustuna sína. Við þekkjum þetta úr húsnæðismarkaðnum, við þekki Þórólfur. Þegar á að hækka húsaleigubætur, þá bara hækka leigusalinn. Skiljiði. Þetta sama dýnamíkin í svona kerfum sem eru orðin svona fjölþætt og hafa orðin á svona að skipa mörgum ólíkum hagsmunum. Það eitt sem að ég hef svona smá áhyggjur af í framhaldi því sem að ég var að hlusta á hjá henni Sigrúnu. Og mér sýnist ég sjá í gögnunum hennar Sigrúnar að það sé dvínandi félagsleg samstaða það að standa sameiginlega undir fjármögnun á svona opinberu kerfi. Standa undir opinberu sjóðum til að reka heilbrigðisþjónustu fyrir okkur öll. Ég hef þá áhyggjur af því prinsippi sem liggur þetta baki opinberum heilbrigðiskerfum sem eru rekin fyrir skattfé okkar. Það eru 3 meginprinsip í svona kerfum. Og það í fyrsta lagi, þarna verið að dreifa áhættuna á heilsubresti, annars vegar á milli yngri og eldri, á milli heilbrigðra og veikra og milli efnameiri og efnaminni. Mér finnst eins og að það sé okkur teikn á lofti, ég vonandi að ég sé að fara rangt með, en mér finnst okkur teikn á lofti að þetta sé að gerast hér.
Og þá ætlum ég bara að minna ykkur á Hallamáli, bókina sem kom út 2009 og það er búið að uppfæra þessa tölu núna 2024, þar sem að bent á að ójöfnuður er líklegast eitt mesta heilsuspillandi element inn í öllum samfélögum. Og það getið þið séð með því að skoða bók þeirra Wilkinson og Pickett og þessa uppfærðu tölur og gögn sem þau hafa komið með, sem þau tóku saman hérna árið 2024 og þetta er til bara á vefni hjá Bretlandi, þeir tóku þetta saman að gefnu tilefni, það var stjórnarskipti núna hjá þeim. En það er ástæða til þess að líta til þess, ef það er verulega mikil aukning á tekjuójöfnuði, þá er það eitt úr sér ástæða fyrir ójöfnuði í heilbrigðisþjónustunni og ójöfnri stöðu fólks innan kerfisins. Og Rúna kemur einmitt inn á það, að hún á síðustan sjá að þarna er fólk farið að veigra sig við að borga fyrir þjónustu, lyf til dæmis og tannlækningar. Og þetta sjá líka rannsóknir sem ég hef tekið þátt í á Evrópulevel, að það eru sterkar vísbendingar hér á Íslandi það að fólk er farið að draga við sig að leysa út lyf, draga við sig að fara til tannlækna, en þarna er kostnaðurinn mestur í heilbrigðisþjónustunni fyrir einstaklinga. Og að lokum þetta með biðlistana. Mér finnst þetta alltaf mjög áhugaverð umræða, biðlistar og biðtími. Og ég velti því fyrir mér, hvað er búið að skoða af þessum biðlistum og hvernig verða þeir til og hvar verða þeir til? Er hann einhvers staðar, þessi biðlisti einhvers staðar miðlægt, er hann einhvers staðar haldið til haga miðlægt, þannig að við getum tryggt að þetta sé ekki sömu kennitölurnar sem eru að koma fyrir aftur og aftur hjá mismunandi læknastofum. Þegar ég var hér í öldrunarmálunum á síðasta áratug, síðustu öld, ofanverið síðustu öld, þá stóðum við frammi fyrir þessum vanda, varðandi hjúkrunarheimilin. Það var alveg ótrúlega langir biðlistar. Og það var alveg sama hvað við gerðum, hvað við bættum við, alltaf verður biðlistarnir lengur og lengri. Svo fórum við að skoða þetta, þá kemur í ljós að það er bara, fólk sækir á mörgum stöðum. Þannig að þegar við vorum að taka þetta saman eftir stofnun, auðvitað var þetta mikill fjöldi. Þá regluvæddum við, svona eins og við verðum að kalla eftir svolítið hér. Hér regluvæddum við og þá fórum við á stað með það sem þá héti vistunarmat aldraðra og heiti núna heilsu- og færnimat. Núna er þetta bara miðlægur gagnagrunnur og á þessum fyrir tilkomið þessar reglugerðar þá gátu þeir sem ráku hjúkrunarheimili bara valið svona úr umsækjendahópnum svona hér og þar eftir hvað þeim hentaði best og gjarnan lituðu svona til dæmis er hann of dýrum lyfjum nokkuð þannig þessi nei, já, þetta er annað hérna þá þannig að svona gátu menn gert en núna geta maður þetta ekki lengur núna fá bara hjúkrunarheimi, ok, hér eru komin 2 á listanum frá okkur skoðið þetta núna til að losna hjá okkur þannig nú komið miðlæg stýring á þetta og ég velti fyrir mér í svona litlu og fámennu landi hvernig lítum við á biðlistana? Erum við að sjá hvert í hérna sömu kennitölunar aftur og aftur? Nú ætla ekki að hafa þetta lengra. Takk ykkur fyrir. Já, kannski ég taki þá aðeins við, byrja á því að þakka sömuleiðis fyrir að vera búið að sitja hérna og fylgjast með þessum ótrúlega innihaldsríku erindum og ég get náttúrulega ekki brugðist við öllu sem að mig myndi langa til að bregðast við í þeim. En það er nú verið að rifja upp svona alls konar bernskubrek manna núna þessa dagana og það rifjast upp fyrir mér að ég átti þátt í því með Guðmundi Magnússyni og Brynhildi starfsmanni Hagfræðistofnunar á þeim tíma að taka samanburð á heilbrigðisútgjöldum hér og annars staðar árið 1992. Og það var dálítið mikill hvellur í kringum þessa samantekt alla saman. Við náttúrulega komumst að því fyrst að íslenska talnaverkið var menngallað en svo fundum við líka út að kostnaðarmyndin var kannski önnur heldur en í samanburðarlöndunum og það voru Norrænu löndin og Bretland og Bandaríkin og fleiri sem við vorum að bera þetta saman við. Og það sem að við sáum og það var kannski það sem að mestri ólgunni olli meðal sérstaklega lækna var það að við fundum út að aldursleiðrétt
útgjöld á mann leiðrétt bæði fyrir aldurssamsetningu þjóða og fyrir verðlagi, að þá vorum við bara að sigla mjög hátt og stemdi í rauninni í það að Ísland, af því að við vorum með mjög unga þjóð á þeim tíma samanborið við Norðurlöndin, það bara munaði bara mörgum árum á meðalaldri þjóðarinnar, ég man nú ekki alveg hvernig það stóð, það er hægt að fletta því upp, hvað við vorum orðin með dýrara kerfi. Og svo þegar við kíktum á þetta, það kom til dæmis í ljós að við vorum með fleiri lækna á 1000 íbúa heldur en margir aðrir, en sérstaklega vorum við með miklu fleiri sjúkrahús og miklu meiri sjúkrahúsalegu á 1000 íbúa heldur en voru annar staðar. Og af hverju skyldi það hafa verið? Þið munið það ekki, ég ætlast ekki til þess að nokkur, ég sé Alma kinkar kolli, hún veit hvað það er, þetta var daggjaldakerfið. Að þá voru sjúkrahús fengu greidda útgjöld í samræmi við fjölda legudaga sem að voru skráðir þar, þetta var bara eins og hótel og bara skráð hvað eru margir, hvað liggja margir í hverju rúmi yfir. Já, hvað eru margar gistinætur í rauninni á spítalanum. Og þetta var svona meðaltalsútreikningur. Það var alveg sérstakt að það mátti náttúrulega til dæmis ekki útskrifa nokkurn mann eða konu á föstudegi. Það var ekki hægt að taka inn yfir helgina. Það varð að útskrifa fólk á mánudögum eða þriðjudögum. Og annað eftir þessu. Nú, það sem hefur gerst síðan náttúrulega það að daggjaldakerfið var lagt af og núna erum við, held ég, tiltölulega, jafnvel í neðri kantinum með fjölda sjúkrarúma á 1000 íbúa. Þannig að sko lærdómurinn af þessu það að hvernig greiðslum háttað á milli aðila í kerfinu og þannig erum við ekkert að tala um neitt enga byggs eða neitt svoleiðis. Þetta voru opinber kerfi sem voru eiga hvort við annað, fjármálaráðuneytið og heilbrigðisráðuneytið. En bara það hvernig menn skiptist á peningum, þannig að það skipti máli fyrir þróun kerfisins. Það tókst að snúa ofan af þessu, en eins og kom nú svolítið fram í tölunum hjá Rúnari, að við förum gjarnan úr einum öfgunum í aðrar og mín tilfinning að frá því að við tókum þetta saman, að þá hafi orðið dálítið viðsnúningur í fjármagninu sem hefur farið þarna til hins opinbera. Bara ein pínulítil saga, það var sagt þegar ég kem heim eftir embættispróf í útlöndum 1981 og það var svona saga sem var sögð, því ég ekki úr þeim geira, en það var sagt að jarðfræðingar sem kæmu með meistaragráðu til Íslands að þeir, það fyrsta sem að þeir gerðu væri að þeir voru búin að lenda á Keflavík, að það var að taka leigubíl upp á Grensásveg, þar sem Orkustofnun var og spurja hvar get ég setið. Og hér dekkurinn sem á að leggja launin minnin á og ég held að það hafi verið svolítið sama með læknana. Þeir gátu gengið að því að fá laun greidd leið og komið. Þetta er ekki svona lengur og kannski höfum við gengið aðeins of langt í hvernig við erum að tempra þetta allt saman. En sko það sem að mér langaði kannski aðalega til að koma á framfæri við þennan hóp, það sko það sem ég held að sé dálítið að umræðan einkavæðingu og það allt saman að hún sé kannski pínulítið á villigötum og Rúnar kom kannski svolítið inn á það. Sko það stundum talað tvö stór sjúkratryggingaform. Annars vegar Beveridge-kerfin eins og kom upp
eftir seinni styrjöldina í Bretlandi, kenntu Beveridge Loward, það er það kerfi sem við búum við. Allir eiga aðgang í gegnum það að hafa borgað skatta. Og þá erum við ekki bara að tala tekjuskatta, við erum líka að tala virðisaukann og það sem vera bara þátttakendur í þjóðfélaginu. Hitt kerfið er kennt við járnkanslarann Bismarck og þá ertu aðil í gegnum það að hafa verið þáttakandi á vinnumarkaði. Og það verður þá til þess að það einhverjir sem að falla utan við. Og þá þarf að fara að bjóða þeim upp á eitthvað annað. Sko, ég held að ef við förum að minnka verulega tryggingarþekjuna fyrir almenning og förum að útvista því til einkatryggingafélaga, það er byrjunin á því að eyðileggja kerfið. Ég held að skipti ekki eins miklu máli með formið á rekstri læknastofa eða sjúkrahúsa. Það gefur augaleið, það er eiginlega tómt mál að tala um það að vera hér með einkarekið alhliða stórt sjúkrahús. Það er bara ekki nógu mörg tilvik til þess að sé hægt að skipta því einhvern veginn þannig. En hérna það gengir bara þokkalega að reka kerfið í þessari samblöndu einkarekstrar og opinbersrekstrar og líka, við skulum ekki gleyma heldur hérna non-profit starfseminni eða óhagnaðardrifnu starfseminni sem er þarna, ég held að hún skiptir mjög miklu máli. Sem hvað er þar, það á ekki að fara eftir hérna, það er ekki ideológía finnst mér á bak við það heldur hagkvæmni. Það er ákveðin stærðarhagkvæmni þarna, skurðstofur og þess áttar kalla á það að það sé verið að reka mjög margháttaða hluti aðra í kringum það. En síðan já, við getum bara tekið tannlækningarna sem eru á langmestu leyti fyrir fullorðna, eiginlega öllu leyti á höndi einkaaðila. Það er kannski vegna þess að við finnum mjög fljótlega fyrir því ef að það skortir eitthvað þar á og eru fljót að bregðast við sjálf og leggjum úr því að verki með tannpínu. En ég held að þetta sé bara, það sé praktískt úrlausnaratriði, það sem að skiptir máli upp á að kerfið viðhaldist, það er að þessi tryggingar þekja og það sé nokkuð almennt og taki til nánast allra þátta. Það er nú hægt að hugsa sér ákveðna þætti þar fyrir utan, en svona 90% af því sem að þarf að eiga samskipti við séu inni í tryggingar, almenna tryggingar, opinbera tryggingakerfinu. Ég hef líka tekið eftir því sko að hérna þeir sem að tala einkavæðingu í þessu, það virðist vera þannig samt að þeir ætla hinu opinbera að standa fyrir því að rukka inn talsverðan stóran part af reikningnum og vilja gera samning við sjúkratryggingar. En það ég heyri eiginlega engan krefjast þess að starfsemi einkastofa, sjúkraþjálfara og annarra heilbrigðisstétta séu sett í útboð. Það myndi ég gjarnan vilja sjá tilraunir með. Það væri einkavæðing sem væri eitthvað svipað eins og þegar að daggjöldin voru aflögð á sínum tíma. Svo ætla ég ekki að hafa þetta meira. Spurningar úr sal. Já, var það ekki? Já. Ég er alveg samfærður að það eru fleiri spurningar úr sal heldur við höfum tíma til að klára á því korteri sem við ætlum að vera hér inni. Ég minna á að eftir korter þá tökum við fram, það komið kaffi, það verður vatn líka og þetta verður
fólkvættir ef leiktur veitingar þar. Alma, ekki svo vel. Já, ánægði ekki. Ég þakka kærlega fyrir mjög róleg erindi og umræður og þetta auðvitað mikilvæga niðurstöður sem að Sigrún kynnti og svona svolítið áhyggjuefni en við sjáum þá staðfestingu þess að kerfinu hefur verið leyft að gefa svolítið eftir og þar innviðaskuld hvort sem við lítum á mannauð, húsnæði eða rafræn kerfi. Ég held að séum bara allir sammála það og auðvitað það eilífða verkefni að passa upp á kerfið. En mér langar að spyrja, því að Rúnar nefndi að þú hefur spurt eins og ánægju gegnum tíðina, hvort við höfum sem sagt tölur bæði traust og ánægju yfir tíma. Hvernig það að breytast? Já, ég hef ekki, fyrir ekki. Já, ég með smá meira en kannski getum kannski klárað þetta. Já, ég hef því miður ekki spurt traust til heilbrigðiskerfisins. Ég hef bara spurt ánægju með bæði sjúkrahúsþjónustuna og læknisþjónustuna. Og síðast þegar spurt var, og það er svolítið síðan, ég spurði fyrir utan þessar nýjustu tölur sem við erum að tala hér, þá spurði ég 2015 að þessu. Og ég sé að hlutföll ánægðra hafa lækkað og þá í læknisþjónustunni og þegar spurt heilbrigðiskerfið. Það ekki spurt sjúkrahúsþjónustuna sérstaklega í þessum nýjustu tölum hér. Þannig ég held að það væri mjög góð hugmynd að fá þessar upplýsingar fram, bara hreinlega í gegnum spurningavagnan okkar sem í gangi öðru hverju. Og ég hef mikinn hug á að skoða hvernig þetta lítur út núna með samanburði við eldri árin. Bæði traustið og ánægjuna og það má jafnvel skoða það eftir tegund þjónustu og gagnvart kerfin í heild, sko. Já, og það til, bara maður bæta aðeins við, það líka í þessum gögnum traust til lækna nokkrar spurningar og ánægju með síðustu læknisheimsókn og við eigum líka traust til lækna frá 2006 og ég ekki búin að skoða munin þar. En það sem ég sé í gögnunum núna, það kom mér aðeins óvart, traust til lækna var minna en mér myndi að það hafi verið 2006 en ég ætla ekki að fullyrða það. En fólk var mjög ánægt með síðustu læknisheimsókn, þannig að það var svona einhvern veginn hálfgert kannski sá merki jafnvel vantraust til svona stéttarinnar og kerfisins sem við erum að sjá, en ánægju með sína upplifun af þjónustunni. Svo fannst mér svo áhugavert sem Sigurbjörg sagði stefnurek að mikil útvistun veikir stefnumótun að því að það fleiri leikendur, varstu ekki að segja það? En ætti ekki samningagerð að ná yfir þetta að ríki gæti eftir sem áður ráði ferðinni betur og svo bara að lokum þá ætla ég bara að svara þér með biðlistana, Sigurbjörg, að það búið að vera í mikilli vinnu að taka til á biðlistum og skilgreina hvernig skráð og það komið mælaborð á vef embættis landlæknis. Ef þú bara googlar bið eftir aðgerð þá kemstu inn í það, bara til fróðleiks. Ég tók eftir í gögnum með þínu, Sigrún, áhugavert vegna þess að það verið að mæla traust til lækna, að þú varst ekki með Bretlandaninni. Nei, trausti kerfisins. En í gögnunum sem, trausti kerfisins. Það eftir og eftir að fá að sjá það. Það eftir að koma síðasta release, Svíþjóð var til dæmis ekki þá lögði fyrir, en Bretland í þessari könnun, en síðan náttúrulega bara mjög mikil ógn af í rauninni þessum könnunum í öllum löndum, þar á meðal Íslandi að það orðið mjög erfitt að fjármagna það. Þannig að lönd að detta út. Ég benda á það vegna þess að í Bretlandi þá bara mjög mikil tiltrú til lækna, þeir eru bara sérstaklega heimilislæknar. En aðeins varðandi samningagerð, það var nú eiginlega upphaflega hugsunin með tilurð Sjúkratryggingastofnunar. En það þýddi að þá þarf að hafa miklu meiri heildarsýn þegar þú ert að gera samninga. Og þú þarf að taka fleiri þar undir, ekki bara einhver einstaka stofur og svona félagasamtök sem eru þar á samningum. Þannig að þú þarf að hafa miklu betri heildarsýn. Þetta mjög mikið af einstaka samningum. Og það svakalega mikið vinna að fylgjast með einstaka samningum. Og það bara fer alveg geysileg orka í það. Þannig að það vindhögg í starfsemi þeirra stofnunar. Og þekki ég nú vel til vegna sem ég kom að samningu þessara, ég samdi greinargerðina sem var með frumvarpinu, bara orðaði þannig. Það eru þríhaldið orð og sag, kannski bara kynna einhver stutt með nafni, Ljósvöld. Takk fyrir. Ég heiti Ragnar Ingvarsson og ég er formaður læknir Reykjavík og ég er skólalæknir.
Ég er líka læknir á Landspítalanum og þetta tekið þátt í byggja þetta á starfsefna og bæði ykkur í bæ. Og ég ætla fyrst að þakka fyrir bara frábæra erindi. Og fyrst einn spurning til þín og ég langar bara gott að vita meira stærð þýðisins. Það margir á Íslandi spurðir. En áður þú svarar því, þá langar mér bara að spyrja ykkur að því ég held að við ætlum að tala meira heilbrigðiskerfi og krossgötum, en við erum alltaf að tala meira einkavæðingu og einkarekstrarvæðingu og þar fram til götunum. Það langar til að spyrja ykkur í planinu, vitið þið hvað einkaframkvæmd stór á Íslandi sem hlutfall af útgjöldum, sem hlutfall af þjónustu og svona spurning til vara á einkaframkvæmd rétt á sér í íslensku heilbrigðiskerfi? Vel gert. Já, ég skal bara byrja á þessari tæknilegu spurningu. Það sem er 1200 sem sagt svara könnuninni og það er náttúrulega skiptir máli eins og við vitum bara í aðferðafræði félagsvísindana að þú vilt að úrtakið endurspegli þýðið, þannig sjálfs sér skiptir meira máli hvernig úrtakið endurspeglar þýðið heldur en fjöldi svaranda. Ég geti verið með algjörlega gagnslausa könnun með 20.000 svörum sem myndi ekki segja okkur neitt Ísland, þannig að þetta sem skiptir máli. Við erum að sjá hér á Íslandi vandamál varðandi lækkandi svarhlutfall og við vitum að ákveðnir hópar sem eru minna líklegir til að svara könnunum, háskólamenntaðir til dæmis eru duglegri en aðrir en við erum líka með aðferðir til að stjórna fyrir því og þá vigta gögnin, þannig að eru þau fullkomin og endurspegla fullkomlega, við getum aldrei sagt til það en þau allavega uppfylla ströngustu kröfur félagsvísindana og vísindana endurspeglun á Íslendingum. Já, ég get nú bara svarað þessu sem ég var að kynna þarna áðan að ég var að skoða breytingar á samsetningu heimsókna í kerfinu og ákveðna tilfærslu sem að verða í kerfinu, bæði varðandi sérfræðilækningarnar og heimilislækningarnar, en ég var ekki að skoða þetta á móti kostnaði í hvoru kerfi fyrir sig. En þegar við erum að tala um kostnað einingakostnað, það er nefnilega ekki svo auðvelt. Og það er svo snúið vegna þess að þú þarft að vera með sambærileg tilfelli í samanburðinum þegar þú ert að bera saman opinbera þjónustu og einkarekna þjónustu. Og svo margt annað sem skiptir máli. Við töluðum um eftirlitskostnaði hérna áðan. Hann þarf náttúrulega að vera einhvern veginn metinn inn í þetta dæmi allt saman þegar að verður að meta þetta. Og svo ef það verða einhver tilefni til þess fyrir opinbera kerfið að það sópi upp eins og stundum er kallað, þá þarf þessi uppsókskostnaður að vera líka inni og hann þarf að reiknast á einkaaðilana en ekki bara aðgerðarkostnaðurinn sjálfur eftir að einstaklingurinn fór út af klínikinni eða stofinni. Og ég hef ekki séð mikið af góðum slíkum samanburði. Ég tók hins vegar eftir því að því var slegið upp með risaletri í Morgunblaðinu þegar voru gerðir þarna, þegar verið að bera saman bæklunarlækningarnar, annars verið inn á Landspítalanum og hins vegar inn á stofum, að það var tekinn kostnaður per tilfelli. Þetta var algjörlega óleiðrétt, þetta var ekki aldursleiðrétt, þetta var ekki leiðrétt eftir alvarleika eða tegund tilfella eða neitt. Og ég leyfði mér nú að hringja inn til Morgunblaðsins og benda þeim á þetta verður algjörlega óleiðrétt að tölu. En þessu var slegið upp hvað framkvæmdin á stofunum væri miklu hagkvæmari heldur en framkvæmdin á spítalanum. Og svo náttúrulega gleymdist líka eitt og það er að það er ákveðin kennslukostnaður og reyndar rannsóknarkostnaður líka inn á spítalanum sem ekki var heldur inn í þessum samanburði, sem er nauðsynlegur líka. Þannig að fréttamaðurinn var mjög áhugasamur, hún ætlaði að tala um þetta daginn eftir, hún ætlaði bara að heyra í ritstjórninni fyrst. Svo fékk ég aldrei þetta samtal. Ég fór svo sem ekkert að ýta á það frekar. En þetta er bara að svara þess stöðlega, það er hægt að gera þetta, en þetta verður að gera með vönduðum hætti. Ég hef ekki séð það nýlega gert svona skipulega eins og ég er að reyna að lýsa því. Aðeins þetta svara sem er krossgöturnar og þetta með hvort þetta er rétt á sér. Fyrsta lagi þetta með krossgöturnar. Ég er búin að vera að horfa á þetta heilbrigðiskerfi í nokkuð langa tíma, yfir 20 ár. Og krossgöturnar, þú sagðir að íslenska heilbrigðiskerfið er búið að vera lengi á þessum krossgötum. Og þetta er bara mjög stóra krossgötur. Og þannig að það er að breytast og hefur verið að breytast á undanförnum rúmum 20 árum, 25 árum. Og síðan ég byrjaði að stúdera þetta kerfi. Ég tel, það er niðurstaða af mínum skoðunum, er það að einkarekstur innan kerfisins eigi rétt á sér. En það þarf að veita því betra utanumhald. Ef það er ekki gert, þá er hægt að koma óorði á annars ágætis starfsemi.
Ég hins vegar sæi fyrir mér að það yrði komið að hvötum innan svona kerfa, því ég segi það dýnamík í svona kerfum, að ég hefði séð fyrir mér að væri hægt að koma þessum svona efnahagslegum hvötum betur fyrir. Þórólfur var að benda á það að þetta með daggjaldakerfið hafi verið hvati til þess að ofnýta. Verkgreiðslur geta verið það líka, það þarf ákveðið utanumhald, að þær geta skapað hættu á aflækningum. Þannig að hér þarf bæði aukið eftirlit en það þarf líka að gera kröfu til samhæfingar þegar við erum með vaxandi hóp fólk sem þarf á þjónustu margra aðila í kerfinu að halda vegna þess að þeir eru með fjölkerfavanda. Þannig að það þarf að halda utan um þetta. Plús það að ég sæi fyrir mér að hvötunum væri snúið við að heimilislæknar væru í einkarekstri og einkareknum heilsugæslustöðvum og þeir hefðu ákveðna hvata. Þá myndum við líklega að leysa bara nokkuð fljótt þennan vanda með skort á heimilislæknum á Íslandi og það að hafa þá í hlutverki gatekeepers eða hliðverða. En við vitum það öll, það þýddi ekki að reyna að ná því markmiði og það tókst ekki að ná því markmiði með reglugerð. Ef til vill má ná því markmiði með svona hvötum. En að þeir sem eru með læknastofur út í bæ, að þeir fái þá meira að starfa í hópum sem hluti af göngudeildum með backup af stórum, dýrum, tækjum og búnaði á bakvegið ef eitthvað kemur upp á jaðgerð, sem er mjög mikilvægt að sé, en er líka inn á spítalanum, en er ekki hjá einkaklínikunum út í bæ. Þess vegna kemur það fyrir að fólk kemur inn á opinberu stofnanir með alls konar komplikasjónir og verulega dýra áhrif eða afleiðingar af inngripum. Takk. Gunnar. Já, komið þið sæl, ég er Gunnar Alexander Ólafsson og ég er hagfræðingur í réttindasamtaka. Að fá að þakka kærlega fyrir frábæra fyrirlestra. 2-3 atriði sem vakti athygli mína. Fyrst sem vakti athygli mína að það eru fleiri og fleiri sem telja það bara eðlis hlutur í heimi að þetta er að kaupa sér fram fyrir. Þeir gengur gegn grundvallar hugsun kerfisins og jafnt aðgengi. Það fær til að hugsa hvað fær fólk þess að, fleiri og fleiri til að hugsa þannig. Og þá hugsa ég til orða systur minnar sem útskrifaði sem hjúkrunarfræðingur 1986. Þá sagði hún mér það að hún gekk inn í kerfi niðurskurðar. Það er að segja að það er búið að vera nánast kostnaðaraðhald síðustu 3-4 áratugi í heilbrigðiskerfinu. Og birtingarmynd þess eru biðlistar, fólk upplifir verri þjónustu, en á sama tíma erum við að deila og erum að útvista fleiri og fleiri verkefni. Önnur birtingarmynd þess er minni samfélagi þjónustu og þá tala ég til hóp sem ég vinn fyrir að það eru fleiri öryrkjar, fleiri langveikra fólk sem frestar að fara til heimilislæknis eða í heilbrigðiskerfið. Bæði vegna kostnaðar, en líka vegna þess að það er meiri, það er minni samfélagi þjónustu. Þetta fara maður næst til þess að hugsa hvernig byggum við þetta kerfi til? Datt þetta himnum ofan? Nei, þetta er mannanna verk. Og þá tekjum undir þetta stefnurek hennar Sigurbjargar. Þetta er bara leyft að dampast. Vitið hvað eru mörg sjúkraskrárkerfi í Íslandi? Þegar Færeyingar sem eru stundum nýgöngu saman við erum með 1, erum við með 11. Og það er hlutverk ríkisins að láta þessi kerfi tala saman, eins galið og það er. Þarna er mikil eyðsla, kerfi tala ekki saman, upplýsingarnir fara ekki milli staða og fólk þarf að bera þetta og nánast að vera skráð þegar það fer til læknis. Má gera betur, koma á, við erum 400.000 manns. Við erum kennslubókar dæmi hvernig má einfalda hlutina. En þetta er ótrúlega þörf á góðumræða og ég held að þetta sé bara góð áskorun að gera hlutina betur og þá þurfum við öll að vinna saman. En grundvallaratriðið er, og það var það sem kom í bæði hjá Sigrúnu og sérstaklega hjá Rúnari, það er bakvið allt saman er vanfjármagna kerfi. Hversu getur byrjað því að samvinnstu það að það þarf meiri fjármagn í kerfi. Takk. Takk.
Ég hef ekki spurningamerki, ég vísaði á Þorvald. Já. Síðustu spurningu. Jú, Þorvaldur, ég ætlaði nú að einmitt að taka spurningar frá Rúnari hvort að einkarekstur í þessu kerfi eigi rétt á sér. Og ég vil að færa áfram og segja, ekki bara allir óþarf? Því mér finnst í raun og veru flestar þessar upplýsingar sem að brenna stoðum undir það og hún gerir kerfið einungis dýrara, óhagkvæmara, óskilvirkara og stefnulausara. En vegna þess að ég með sjá ákveðin munstur. Það skorið niður og þetta pólitískt slagorð meirihluta stjórnmálaflokkana. Skera niður ríkiskerfið því að eins og ríkið má aldrei fá inn innan tekjur nema gegnum skatta. Og aldrei hægt að auka í það nema með miklum harkælum. En það skorið niður og síðan og þá eru látnir myndast biðlistar og svo ok, svo stofnum bara einkareksturinn við þetta og þá leysum málið. En þessi resúrsarnir einkareksturinn eru auðvitað teknir, eru auðvitað hluti af samfélagi og þeir myndu nýtast innan þess ef að menn gæfi ekki hvað maður segja möguleika á þessu einkabixi. Við erum að leyfa eina spurningu úr salnum viðbót, en einkarekstur óþarfur? Hefur tíma við þá spurningu? Við höfum svo sem ekki verið að leggja til að einkarekstri verði hægt. Hann tilheyrir hann allstaðar fyrir hendi í þessum félagslegu kerfum í mismiklum mæli. En það eru áskoranir sem geta tengst honum og ég reyndi að fara yfir það og það þarf að vanda mjög til þegar farið úr opinberum rekstri í einkarekstur eða þegar hann aukinn. Það getur líka verið ástæða til að draga úr honum. Það enginn sem segir að þurfa að auka hann í aft og þétt, heldur getur komið upp aðstaða þar sem þarf að draga úr honum. Hann getur verið gagnlegur þegar þarf að bregða skjótt við til að leysa skilgreind afmörkuð vandamál. Og það þá gert með samningagerð sem þá til ákveðins tíma og svo væri þá endurmetið og endurmetið hvernig til hefði tekist að loknu þeim samningum en á meðan þeir eru í gildi á þá náttúrulega auðvitað fylgjast með framkvæmdinni. En þegar er ræða meiri háttar starfsemi til lengri tíma þá ég nú þeirrar skoðunar að það þurfi að fara mjög varlega í einkarekstrarvæðingu slíkrar starfsemi. Þetta hefur, og ég minni aftur á kjörmyndina sem ég var að kynna áðan af félagslegu kerfi, þetta á að vera viðbótarstarfsemi sem að bætir upp eða bregst við og oft með tímabundnum hætti. Ég sé ekki fyrir mér stórfellda varanlega lausn í gegnum einkareksturinn inn í félagslega kerfinu. Ég sé það ekki fyrir mér. Stefán, ég bara aðeins, ég skal næstu því hafa þetta sem slagorð. Einkarekstur á fulla rétt á sér í veitingu þjónustunnar en ég vil ekki hleypa honum of langt tryggingamegin. Að sjúkratryggingarnar eiga að vera samfélagslegar og ekki reknar af einkatryggingafélögum. Auðvitað pláss fyrir það í einhverjum svona afmörkuðum kimum en sem almenna reglan og það sem að dekka 90% af kostnaðinum, það á að vera samfélagsleg trygging. Örstutt lokaspurning og svo tökum við samtalið og spurningar fram þar sem komið kaffi og konceptið mjög freistandi. Ég verð að nota tækifærið og svara spurningunum en enginn að það að gera. Það að sérgreinaþjónusta lækna kostar ekki nema að heildarútgjöldum til heilbrigðismála 2,5%. Þetta ofboðslega lítil upphæð sem fer til sérgreinalækna og það hvað verður alveg ótrúlegt magn af þjónustu. Hún svo mikil að maður áttar sig ekki á mjög lagur. Þetta eru 500.000 læknishendur. Það meira en heilsugæslunar og spítalarnar samanlagt á Reykjavík. Við erum þriðjungur af þeirri gönguldeilda þjónustu á Íslandi. Það fyrir að tala eitthvað svona hjáfæll eins og eitthvað sem bara sópandi þetta er 110 ára saga þessu þjónustu. Hún bara komin til að vera, hún verður alltaf framtíð. Þetta bara spurning hvernig gefur best fyrir sjúklingunum, hvernig veitum við þeim best aðgengi, bestu mögulega þjónustu og það gerum við með blandaða kerfum sem við ekki með því að loka einu og eflan, það eflum alla fronta. Þannig held ég að við getum hjálpað fleiri. Takk kærlega.
Takk ykkur öllum kærlega fyrir komuna og við höldum samtalinu hérna áfram fyrir utan. Það er kaffi og svo hjálpum við ykkur með kannski að sækja vatn í þess að... Já, takk. Má ég skráða út? Já, takk.